Góðan dag og velkomin á þennan 23. fund Sveitarstjórnar Múlaþings sem haldinn á Hallónstað miðvikudaginn 11. maí 2022. Þetta síðasti fundur Sveitarstjórnar formlegi á þessu kjörtímabili og fundurinn hér með settur. Á dagskrá fundarins eru 27 tölusett mál. Fyrst á dagskrá ársreikningur Múlaþings 2021 og ég gef Birni Ingimarssyni orðið. Gjörðu svo vel, Björn. Forseti og gott fundarfólk. Ég mun núna fara yfir helstu stærðir framkoma í ársreikningi Múlaþings fyrir árið 2021. Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2021 námu 7.860 milljónum króna samkvæmt samanteknum ársreikningi fyrir A- og B-hluta. En þar af námu rekstrartekjur A-hluta 6.777 milljónum króna. Rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði og afskriftir námu alls 6.854 milljónum króna í samanteknum ársreikningi 2021 fyrir A- og B-hluta. Þar af námu rekstrargjöld A-hluta 6.461 milljónum króna. Afskriftir ársins í A- og B-hluta námu 421 miljón og þar af 236 milljónir í A-hluta. Fjármagnsliðir voru neikvæðir 466 milljónir í samanteknum ársreikningi, þar af 366 milljónir í A-hluta. Eftir fjármagnsliði og afskriftir var rekstrarafkoma ársins jákvæð 92 milljónir króna í samanteknum A- og B-hluta. Þar af var afkoma A-hluta neikvæð 287 milljónir króna. Fyrir fjármagnsliði var rekstrarniðurstöð A- og B-hluta jákvæð 585 milljónir króna, þar af 80 milljónir króna í A-hluta. Veltufé frá rekstri var jákvætt 1 milljarð og 70 milljónir króna hjá samstæðu. Þar af veltufé frá rekstri í A-hluta jákvætt 438 milljónir króna. Fjárfestingar hreyfingar ársins námu nettó 753 milljónir króna hjá samstæðu og þar af 526 milljónir í A-hluta. Lántökur námu 760 milljónum árinu 2021 en afborganir á lánum og leiguskuldbindingum námu 766 milljónum. Eignir samkvæmt efnahagsreikningi námu 13 milljörðum og 454 milljónum króna í árslok 21 fyrir A- og B-hluta. Þar af nema heildareignir A-hluta 8 milljörðum 823 milljónum króna í árslok 21. Heildarskuldir og skuldbindingar námu 10 milljörðum og 785 milljónum króna í árslok 2021 fyrir A- og B-hluta. Þar af nema heildarskuldir og skuldbindingar A-hluta 7 milljörðum og 704 milljónum króna. Ársreikningurinn í heild sinni að öðru leyti aðgengilegur á heimasíðu Múlaþings og hér með lagður fram til síðari umræðu í sveitarstjórn. Takk. Takk fyrir þetta, Björn. Tillagan sem liggur fyrir fundunum undir þessum lið eftirfarandi: Sveitarstjórn samþykkir framlagðan samstæðureikning Múlaþings fyrir árið 2021 við síður umræðu en fyrri umræðu hann fór fram 13. apríl síðastliðinn og var hann birtur í Kauphöllinni þann sama dag. Með ársreikningi liggur einnig fyrir endurskoðunarskýrsla KPMG og ábyrgðar á skuldbindinga yfirleitt í árslok 2021. Orðið laust undir þessum lið. Forseti hyggst taka til máls og biður fyrsta varaforseta að taka við stjórn fundarins. Já, orðið laust og Gauti Jóhannesson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, gott fundarfólk. Ársreikningurinn sem hér til umræðu sá fyrsti sem nær yfir heilt rekstrarár hjá Múlaþingi. Það ákveðin áfangi og ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka sveitarstjóra og sömuleiðis starfsfólki fyrir þeirra aðkomu að verkinu. Sveitarstjóri hefur hér á undan farið yfir helstu niðurstöðutölur. Af þeim ljóst að sveitarfélaginu sniðinn þröngur stakkur fjárhagslega og mikilvægt að í vinnu við gerð næstu fjárhagsáætlunar verði þess gætt að leita leiða til að ná fram hagkvæmni í rekstrinum án þess þó að ganga að þeirri grunnþjónustu sem íbúar eru vanir og eiga rétt á. Fjármál sveitarfélaga eru margt sérstök. Stærstum hluta tekna ráðstafað til lögbundinna verkefna
og því oft lítið svigrúm til að standa undir öðrum metnaðarfullum hugmyndum sveitarstjórnarfólks tiltekin verkefni sem falla utan þess ramma. Þetta þekkjum við öll sem hér sitjum. Í nýlegri samantekt Viðskiptaráðs, þar sem fjallaði heildstætt sveitarstjórnarstigið og fjármál sveitarfélaga, gengið svo langt að halda því fram að miðað við rekstrarafkomu sveitarfélagana almennt, þá séu þau í fjárhagslegri spennitreyju. Það kannski að taka full djúpt í árunni, sveitarfélögin eru jú misjöfn á stærð og gerð, en allir gera sér grein fyrir því að okkur flestum vandi á höndum. Til að bregðast við þessu eru tvær leiðir í boði. Annars vegar að leita leiða til þess að auka tekjur og hins vegar að draga úr kostnaði. Laun og launatengd gjöld hjá Múlaþingi námu á síðasta ári rúmum 4.300 milljónum. Það 54% af heildartekjum sveitarfélagsins. Frá 2019 til 2021 hafa laun hjá Múlaþingi og þar áður sveitarfélögunum gömlu hækkað rúm 25%. Meðaltal launavísitölu starfsmanna sveitarfélaga á landinu hafa á sama tíma hækkað litlu minna eða rúm 23%. Launaþróun hjá Múlaþingi þannig í samræmi við þróun almennt, þrátt fyrir nokkra fjölgun stöðugilda sem gert var ráð fyrir og rekja má til yfirtöku sveitarfélagsins á verkefnum sem áður voru vistuð í byggðasamlögum, svo sem skólaþjónustu og brunnavörnum, og hins vegar nýrra starfa í stjórnsýslu sem áformuð voru í aðdraganda sameiningarinnar og eru fjármögnuð með sérstökum framlögum úr jöfnunarsjóði. Þá rétt að minna á að í aðdraganda sameiningarinnar var lögð megin áhersla á að bætta þjónustu við íbúa og eflingu stjórnsýslunar. Slíkt hefur óhjákvæmilega í för með sér aukinn kostnað, enda höfðu, eins og við þekkjum svo sem, gömlu sveitarfélögin haldið að sér höndum varðandi þann þátt lengi. Stytting vinnuvikunnar hefur einnig haft áhrif, auk þess sem lífskjarasamningurinn hefur haft hlutfallslega meiri áhrif hjá sveitarfélögunum en víðast hvar annars staðar. Í þessu sambandi rétt að minna á það sem framkom hér að framan, það að stór hluti verkefna sveitarfélagana lögbundinn. Það því afar mikilvægt að áfram verði barist fyrir réttlátri tekjaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Það þess vegna sjálfsögð krafa að sveitarfélögin fái beint til sín tekjur sem myndast til dæmis af fiskeldi hér í fjörðunum, en þurfi ekki að fara, alltaf því með betlistaf, til að krýja út fjármagn til uppbyggingar innviða. Það einnig sanngirnismál að sveitarfélögin hér eystra njóti sanngjarnrar rentu af þeirri orku sem framleidd á svæðinu. Það þarf líka að tryggja að nægt fjármagn fylgi þeim verkefnum sem okkur eru falin af ríkisins hálfu. Kröfur til grunnskólans til dæmis hafa aukist mikið frá því reksturinn fór yfir til sveitarfélagana og þar þarf leiðrétting að eiga sér stað líkt og ítrekað hefur verið rætt í fjölskylduráði á þessu kjörtímabili. Og þessi dæmi eru fjölmörg og sveitarstjórnarfólk þekkir þetta allt. Rekstrartekjur Múlaþings námu á síðasta ári rúmum 7.800 milljónum. Af því voru útsvar og fasteignaskattar tæpur helmingur. Framlög jöfnunarsjóðs og aðrar tekjur námu síðan það bil fjórðungi hvort sig. Framlög jöfnunarsjóðs eru utan valdsviðs sveitarstjórna. Álagningarhlutfall útsvars í Múlaþingi var 14,52% sem lögbundið hámark. Álagningarhlutfall fasteignaskatts í A-flokki var 0,5% en lögbundið hámark þess 0,625% með álagi. Í B-flokki var álagningarhlutfallið 1,32% sem lögbundið hlutfall og í C-flokki var álagningarhlutfallið 1,65% sem lögbundið hámark með álagi. Langtímamarkmið okkar hlýtur að vera að lækka skattbyrði íbúa og fyrirtækja og að framansögðu ljóst að dýpra verður varla farið í þessa vasa. Og þetta í sjálfu sér ekki flókið. Til að afla nægra tekna, til að fjármagna þá þjónustu og fjárfestingar sem nauðsynlegar eru til að Múlaþing geti í framtíðinni verið samkeppnishæft við önnur sveitarfélög, verður við markvisst að styðja við atvinnulífið, stuðlaði frekari uppbyggingu og tækifærum til stækkunar. Mikilvægt að auka stuðning við þau fyrirtæki sem fyrir eru á svæðinu en ekki síður frumkvöðla, smáframleiðendur og nýsköpun. Það eru fjölmörg tækifæri sem bíða okkur í þeim atvinnugreinum sem við þekkjum nú þegar, auk þess sem nýjar atvinnugreinar eiga eftir að líta dagsins ljós á næstu árum. Þessu tengt þá
Það svo áfram að tryggja framboð og deiliskeipulögðum lóðum fyrir atvinnu, iðnaðar og íbúðarhúsnæði og að upplýsingar þær séu aðgengilegar. Auk þessa þarf markvisst áfram að vinna að því að sækja opinber verkefni inn á svæðið og verja þau störf og styrkja sem fyrir eru. Til lengri tíma þarf þannig að vinna að því að tryggja sterkar fjárhagslegar undirstöður sveitarfélagsins og samkeppnishæfni og þar skiptir öflugt og fjölbreytt atvinnulíf höfuðmáli, allt hitt kemur á eftir. Að þessu sögðu þá ég samþykkur og mun styðja þá tillögu sem liggur fyrir undir þessum lið. Takk. Gauti Jóhannesson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Einhver sem vill taka til máls? Orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Berglind. Forseti, góðir fundamenn. Nú ársreikningur Múlaþings fyrir árið 2021 lagður fram til seinni umræðu. Ég fór vel yfir stöðuna á síðasta fundi sveitarstjórnar en þrátt fyrir erfitt ár þá stefndi uppgjör ársreikningsins í að vera 30 milljónir í halla í stað 250 milljóna hallareksturs, sem var í áætlun og tel ég það vera ansi vel gert. En svo fengu öll sveitarfélög á sig skelfilegan skell varðandi uppretning á lífeyrisskuldbindingu. Í áætlun var gert ráð fyrir 70 milljónum í þann lið en við fengum á okkur auka 220 milljóna lífeyrisskuldbindingu sem kom okkur þá í hallarekstur upp á 287 milljónir. Tekjur hafa aukist töluvert umfram áætlun sem skilur okkur auðvitað í hærra útsvari til sveitarfélagsins. En við þurfum að auka enn frekar á tekjur okkar. Hafnarsjóður mun gefa gríðarlega af sér í ár og áætlaðar eru yfir 80 skipakomur sumar og yfir 100 næsta sumar. Þar fylgir gríðarlegt magn ferðamanna sem njóta þjónustu, verslunar og afþreyingar á okkar svæði sem gríðarlega mikilvægt fyrir atvinnulífið. En til að grípa öll það tækifæri sem liggja fyrir, þá þurfum við að auka verulega framboð á íbúðarhúsnæði. Þannig aukum við rekstrar grundvöll fyrirtækja, fjölgun íbúa, fáum auknar útsvarstekjur, fasteignagjöld og fyrirtæki geta leið fengið mannafla til sín með auknu húsnæðisöryggi. En við þurfum að horfa enn víðar og skoða af alvöru mögulegar tekjur okkar. Gríðarlega ósanngjarnt að ríkið taki við greiðslum frá fyrirtækjum sem nýta auðlindir fjarða okkar og þá nefni ég Fiskildissjóð sem ætti að renna beint til sveitarfélaganna. Annað stórt hagsmunamál að Austurland njóti sanngjarnrar rentu af þeirri orku sem framleidd á svæðinu líkt og í Noregi. Þar rennur 11% af orkuframleiðslunnar beint til sveitarfélaganna og við verðum að beita okkur í þessari aðferðafræði að henni verði komið hér á landi. Sama má segja með þær tekjur sem koma frá ferðamönnum í okkar sveitarfélagi. Gistináttagjaldið ætti auðvitað að renna beint frá fyrirtækjum til þeirra sveitarfélaga þar sem þau eru staðsett í. Svo það stóru verkefnin sem flytjast frá ríki yfir á sveitarfélög án nægs fjármagns. Við veitum betri þjónustu en ríkið en alltof oft fylgir ekki fé þegar kröfur eru auknar frá ríki, til dæmis varðandi félagsþjónustu og fræðslumál. Og annað stórt mál tölvukostur í skólum eins og hefur komið fram. Sem eru í mikilvæg námsgögn sem öll börn eiga að hafa aðgang að sama í hversu fjárhagslega sterku sveitarfélagi þau búa í. Ríki ætti auðvitað að koma myndarlega að þeirri uppbyggingu á þeim nauðsynlegu námsgögnum því mikilvægt að börnin hafi þann tölvukost við hendina í þeirra námi og séu þannig vel undirbúin fyrir framhaldsnám eftir grunnskóla. Við verðum því áfram að tryggja ábyrg fjármál, leggja metnað í auka tekjugrunn okkar með því að hugsa stórt og grípa tækifærin. Það eru gríðarlega tækifæri framundan, grípum þau, aukum tekjugrunn okkar og eflum enn frekar svigrúm okkar til öflugrar innviða uppbyggingar í Múlaþingi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur.
Forseti, ágæti fundamenn, þá liggur ársreikningur Múlaþings 2021 fyrir fundinum og eins og fram hefur komið þá er afkoma A-hluta neikvæð 287 milljónir króna. Samstaðan er hins vegar jákvæð 585 milljónir króna þökks í B-hlutanum sem að kemur til vegna þess að við erum með gríðarlega öflugar hafnir og hitaveitan er vel rekin og skilar hagnaði. Það er hins vegar verkefni okkar sveitarstjórnarmanna á næsta kjörtímabili að fjölga íbúum hér í sveitarfélaginu okkar, styðja við atvinnulífið og hækka þar með skatttekjurnar sem eru of lágar. Eins og komið fram á okkar fundum þá er framleiðin það bil helmingi of lág. Skuldahlutfallið er ásættanlegt með það sem fram horfði þegar við vorum að vinna með fjármálin eftir COVID. En mér langar svona að beina til okkar allra þeirra spurningar hvað við höfum gert þessa 20 mánuði sem sveitarfélagið hefur verið til þess að styðja við atvinnulífið og fjölga hér atvinnutækifærum, hvað við höfum gert þess að sporna við því að missa opinber störf úr sveitarfélaginu. Nú búið að boða breytingar hjá sýslumannsembættunum. Erum við örugg á því að við munum ekki missa opinber störf við það? Erum við að gera nóg til þess að fjölga hér opinberum störfum sem og störfum á vinnumarkaði hér í Múlaþingi? Og ef svo er, hvað erum við búin að gera? Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Hildur. Orðið er laust. Fleiri hafa sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefði beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helgi. Forseti, aðrir fundamenn. Já, þetta er einfallega þannig að rekstur A-hlutans gengur ekki alveg upp. Þetta er ekki sér vandamál hér. Það er einfallega rangt gefið á milli ríkis og sveitarfélaga og við þurfum að fá stærri bita af kökunni. Hvaða tekjustofnarnir það eru, það má okkur í sjálfum sér í léttu rúmi liggja. Fjármagnstekjuskatturinn, það eru íbúar hér sem hafa ekki launatekjur og margir sem hafa lágar launatekjur en heilmikinn arð út úr sínum fyrirtækjum. Gistináttaskattur, lags eða virkjanir, það skiptir ekki alveg öllu máli en sko tekjur svona ofboðslega stórs en fámenns sveitarfélags eins og Múlaþing þar þurfa bara að vera meiri til þess að við getum sko ég efast ekki með að öll sem eru hérna inni og erum að bjóða okkur fram aftur hugsuðum það hvort að við ættum að fara í það aftur því þetta er ekki nógu jákvætt. Við eigum svo ofboðslega erfitt með að framkvæma það sem við öll viljum framkvæma af því að fjárhagsrammin er svo rosalega þröngur. Fleira var það nú ekki. Takk. Takk fyrir þetta, Helgi. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs utan sveitarstjórnarfulltrúa Stefáns Boga Sveinssonar sem nú fær orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágætt að funda fólk. Þetta hafa verið mjög áhugaverðar ræður sem hafa verið fluttar hérna og það hafa verið snert á mjög mörgu sem skiptir miklu máli og kannski aðeins komið einmitt út fyrir umræðu bara þennan ársreikning heldur við verið að horfa á hlutin í stærra samhengi sem bara býsna vel. Bara spurningin er orðin rekstrargrundvöll sveitarfélagana almennt. En ég ætla þó að byrja á því að segja það að það er svolítið gaman að vera í þessu hlutverki að hafa verið lengi í sveitarstjórn. Það eru nú aðalega hérna innirendar sem hafa verið lengur í sveitarstjórn. En ég á að baki núna 12 ár í sveitarstjórn Fljótsdalshéraðs og núna Múlaþings. Og ég ætla að segja það, við höfum séð það svartara. Upp úr 2010 þá var staða sveitarfélagsins Fljótsdalshéraðs þannig að
þá upplifði maður spennitreyju. Undanfarin ár hafa verið sveitarfélaginu býsna góð og við höfum getað gert hluti sem við gátum alla látið okkur dreymum fyrir 10-12 árum síðan. Þannig að það ýmislegt jákvætt og ég vildi nú bara halda þetta til haga. En að því sögðu þá eru auðvitað blikur á lofti og þær blikur eru kannski meira yfir sveitarstjórnarstiginu í landinu heldur en einmitt yfir þessu sveitarfélagi. Og ég tel að þetta kalli á endurskoðun á bara módeli opinberra gjaldtöku á landinu og skiptingun á milli ríkis og sveitarfélaga. Það hefur mjög lengi verið unnið þannig að sveitarfélagin hafi tekið við verkefnum og svo hefur verið reiknað eitthvað inn í útsvarið og síðan eru menn að rífast það árum, jafnvel áratugum saman, hvort að rétt hafi verið reiknað upphafi, hvort að forsendur hafi breyst og svo framvegis. Ég held við þurfum meiri endurskoðun en svo. Og það hefur verið komið hér inn á áður eins og fjármagnstekjuskattur sem hefur verið talað svo lengi sem ég hef verið í þessu, sem ég held að sé alveg rétt og brýnt. Ég er farin að vera að hugsa yfir öðrum hlutum líka. Ég er til dæmis bara farin að vera að hugsa yfir því, bara yfir fyrirbærinu fasteignaskattur. Hvort að það er skattur sem að yfir höfuð er skynsamlegt að innheimta í þeirri mynd sem hann er innheimtur í dag og hvort að það er endilega æskilegt að sveitarfélögin fái þann skatt. Staðreyndin er þetta svo að fasteignaskattur er innheimtur á virði fasteigna. Við vitum að virði fasteigna er mjög mismunandi á milli sveitarfélaga og landshluta. Er þetta það sem hefur nú kannski stundum verið kallað fátæktargildran, að þetta sveitarfélög, þar sem að fasteignir eru lítilsvirði, þeir fá minna fyrir sams konar fasteignir í opinber gjöld. Og þar á leiði náttúrulega þeir hafa minna á milli handana til þess að byggja upp sína innviði og svo framvegis. Ég er ekki að segja ég hef komist að niðurstöðum þetta, en ég held að verða að velta vöngum yfir þessu. Er þetta módel sem er búin, sem er í grófu dráttum það að sveitarfélög fá útsvar af tekjum og fasteignagjöld til að fjármagna sína starfsemi? Ég held að við þurfum bara að kasta þessu öllu upp í loft og velta því fyrir okkur hvort að við eigum jafnvel að breyta fasteignaskattinum, hvort að ríkið eigi að innheimta eitthvað af fasteignum eða hvort að það eigi jafnvel bara ekki að gera það, hvort að eigi eingöngu að innheimta þjónustugjöld sem tengjast fasteignum. Þetta eru svona spurningar sem að ég hvet sveitarstjórnarstigið og í rauninni bara ríkið og sveitarstjórnir landsins almennt að skoða af mikilli alvöru að hvort það þurfi ekki að fara að gera grundvallar breytingar á þessu módeli öllu saman. En að þessu sögðu þá vil ég nú meina það að ársreikningurinn gefi ekki tilefni til svartsýni, en hann gefur auðvitað tilefni til þess að ný sveitarstjórn haldi einfaldlega vöku sinni gagnvart þessari stöðu og þessum verkefnum sem eru framöndan. En ég hef fulla trú á því að Múlaþing muni pluma sig vel og komandi kjörtímabil og til allra framtíðar, rétt eins og sveitarfélagið hefur raun að gert þessi fyrstu 2 ár. Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Fundastjóri, gott fundafólk. Þessi ársreikningur liggur fyrir núna og ég held að sjálf er rétt sem sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson sagði hér að áður hefur það sést svartara. Ég man nefnilegast eftir þessu þó að ég hef ekki verið í sveitarstjórn þá að þetta var í spennitreyið þarna eftir hrun sem einhvern veginn tókst mönnum að ráða fram úr því. Við erum kannski aðeins komin hérna út fyrir efni eins og Stefán Bogi nefndi áðan en samt það er erfitt að finna annan vettvang til þess að ræða þetta almennt og mér hefur verið hugleikið nákvæmlega sama og Stefán Bogi var að tala hérna og merkilegt nokk að við höfum nú tekist á fasteignaskatt áður, ég og sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi, en núna erum við nokkuð sammála í þessum málum. Fasteignaskattur er rosalega óréttlátur skattur ef maður hugsar út í það, hann bitnar á fólki sem þarf stórt húsnæði sem oftast eru barnafjölskyldur. Og mér hefur verið mjög hugleikið bæði eftir að hafa farið margoft í gegnum þennan ársreikning og bara almennt hafa setið þessi 2 ár í sveitarstjórn að þetta með hvað eitthvað er erfiður stakkur búinn að auka tekjur vegna þess að við höfum það nánast enga möguleika til þess nema í gegnum þessar 2 grunnstoðir, það er þessi útsvarið og fasteignaskattinn.
útsvarið er þó þeim annmarka bundið að við getum fjölgað íbúðum en þó þeir séu vissulega velkomnir að þá kostar nýjir íbúðar líka. Það kostar okkur uppbyggingu í skólakerfinu og gatnakerfinu og svo framvegis. Þannig að ávinningurinn stundum kannski ekkert rosalega mikill og sum sveitarfélög sem hafa vaxið hratt að íbúafjölda til hafa lent í vandræðum þess vegna. Og þess vegna ef við erum að tala að fjölga íbúðum sem að ég er algjörlega fylgjandi að það sé gert, að þá þurfum við huga vel að kostnaðarliðunum og þar kannski eru tveir þættir sem eru mest hugleikni. Það er fyrsta lagi þegar að vera að byggja hér upp skólahúsnæði, þjónustu við börnin okkar, hvort sem það eru leikskólar, grunnskólar, tónskólar, jafnvel íþróttamannvirki, að fara að leita nýrra leiða til þess að ná kostnaði þar niður og við höfum rekist á það á síðasta kjörtímabili að við reistum hér leikskóla sem reyndist allt og dýr til þess að byrja með en síðan var kýldu niður kostnaðurinn við hann. Við höfum annað dæmi líka sem var mjög bjartara yfir og það var 5 leikahúsi sem var reynda búið að byggja fyrir þetta kjörtímabil en var að klárast í þessu kjörtímabili en þar var dæmi byggingu sem var tekin til landsins sem einingarhús. Óhefðbundin aðferð við að reisa slíkt hús og kom mjög vel út kostnaðarlega og framkvæmdin gekk hratt. Ég hef suðað yfir því og ætla að suða yfir því enn að við leitum í smiðju hjá sama landu þetta 5 leikahús kom frá þar segja Normanna frænda okkar og Svía sem eru farnir að reisa þetta húsnæði sem einingarhús og jafnvel í staðin fyrir að selja sveitarfélögum húsin þá leigja þeim húsnæðið og stundum eru þau jafnvel þannig byggð að þau eru flytjanleg, það er að segja þegar að fyrir að eldast aldurinn fyrir að síga yfir í hverfunum þá eru einfallega leikskólarnir fluttir þar sem að börnin eru. Þannig að þetta er annar liðurinn. Hinn liðurinn samband við kostnaðinn er rekstur skólana og það er búið að koma fram hérna áður að hjá einhverju ræðumönnum hér áður að við efumst það að þessi samningu sem að gerðum milli ríkis og sveitar var þetta reksturinn á skólunum á síðustu öld að hann sé í rauninni hafi fylgt eftir þeim kröfum sem orðnar eru og ég held að það sé löngu tímabært að taka þetta upp og reyndar að vera að gera það á færi Sambands íslenskra sveitarfélaga en hægt gengur og það verðist engin almennilega skilja hvað menn er að fá frá ríkinu vegna skólareksturs. En þetta veit ég svona tifta á þessu að okkur er bara þröngustakkur skapaður að auka tekjum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Þröstur. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel í Vilhjálmur. Forseti og fundarmenn. Ársreikningi, ég ætla nú bara að byrja á því að nota svona endurskoðendamál að því leiti að hann gefur glögga mynd af rekstrinum eins og hann var á liðnu ári og síðan eru auðvitað nokkri mánuðir síðan. Og það er auðvitað ágætt að spegla sér svolítið í honum en mér tek nú undir með fyrir ræðumönnum það er ákveðin ástæða til bjartsýni og þá vísa ég til fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins til næstu 3 ára eða 4 ára og það að reksturinn stefnir í jafnvægi bæði í A-hluta og B-hluta og það er kannski sem að hefur komið hérna fram sem að skiptir máli að ná í betra jafnvægi og það er sveitarsjóðurinn. En það er rétt að hafa í huga, við erum búin að vera að fara í gegnum COVID-tímabil sem að hefur tekið tekjurnar niður. Það er líka rétt að huga að tekjuskiptingunni milli ríkis og sveitarfélaga en líka hitt sem að hefur verið nefnt hér áður og það skiptir máli öflugt atvinnulíf og að standa með atvinnulífinu. Það skiptir líka máli hvers konar atvinnulíf. Það skiptir máli að þetta séu störf sem eru vel launuð og traust til lengri tíma. Síðan er alveg rétt og sem ég held að við þurfum og jafnvel að auka aðgæsluna í þessu sem að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson nefndi áðan sem eru skólamálin og svona áhrif sem eru af ákvörðunum ríkisins skólana en ekki bara skólana heldur aðrar ákvarðanir sem að þrýsta á útgjöld sveitarfélaganna þessum ákvörðunum fylgja oft meiri gæði
En þeir fylgja líka aukin útgjöld sem eru ekkert inn í þessum módelum sem að voru áður en að þessi málaflokkar koma til okkar, og það er hægt að nefna annan málaflokk líka sem eru félagsmálin og málefni fatlaðra. En ég held að svona það sem að við getum verið nokkuð ánægðir með er að áætlanirnar sem við erum með, að fylgja þeim eftir að festu. Það er, má segja, bjartsýn í þeim að við skulum þó vera með reksturinn í þokkalegu jafnvægi, og við erum enga síður að fara í bara mjög hraða innviðauppbyggingu eins og áætlanirnar gera ráð fyrir, og kannski reyndar svo hraða að það er ekki nægar hendur til að fylgja henni eftir. Þannig að þetta er nú svolítið svigrúm þó að þetta sé þungt, kannski sérstaklega þetta ár, en svo er þetta léttast á næstu árum. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs undir þessum lið utan Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, sem nú fær orðið. Gjör svo vel, Björn. Forseti og gott fundarfólk, ég er allavega bara að taka undir flest af því og í rauninni allt sem hefur komið fram í þessari ágætu umræðu. Eins og fram hefur komið þá er, þó að það sé halli á rekstrinu, þá er niðurstaða ársreikningsins í rauninni mun betri og jákvæðari heldur en að áætlanir gerðu ráð fyrir. Við gerðum að vísu aldrei ráð fyrir að fá á okkur hækkunum lífeyrisskuldbindingu einhverja 240 milljónir sem skektu verulega rekstrarniðurstöðuna, en ef menn líta á veltufé frá rekstri þá sjá menn í rauninni alveg og bera það saman við áætlunina, hverjar eru rauntölurnar, hversu mun betri afkoman er í A-hluta heldur við gerðum ráð fyrir. En það sem sko, því við líka verið velt upp hvort að við höfum stigið rétt skref til þess að koma til móts við þarfir atvinnulífs og íbúða, og eflaust megum við alltaf gera betur, en ég lít svo á að þau skref sem við hefum verið að stíga og erum að stíga og erum með áformum séu einmitt til þess fallin að efla þetta svæði eða þetta sveitarfélag gagnvart bæði atvinnulífi og íbúðum. Og þar er ég að vísa til skipulagsmála sem við höfum sko eitt töluvert miklu púðri í, að bæði að klára ákveðin skipulagsverkefni sem voru ekki tilbúin, eins og segjum bara miðbæjarskipulagið á Egilsstöðum. Þannig að nú erum við með lóðir sem við getum boðið við. Það er verið að klára deiliskipulaga í Votakvam og Egilsstöðum sem er eingöngu íbúðabyggð, sem að ég hef á tilfinninguna að verði býsna eftirsótt. Og þetta skiptir máli að þessi skipulagsmál séu í lagi, og síðan eru þessi vinna sem er í gangi varðandi stækkun hafnarsvæðisins á Seyðisfirði. Þetta er alveg lykilatriði í því að verða að byggja í rauninu og efla sko Seyðisfjörð bæði út frá atvinnulífi og íbúðabyggð. Við vitum ósku vel að þegar að Fjarðarheiðargöngin verða veruleika, þá mun verða hressileg ásókn í þetta svæði, og þess vegna mjög mikilvægt að við stígum þessi skref og verðum undir það búin skipulagslega þegar að þessu kemur. Og síðan er að hefjast þessi vinna með skipulag framtíðar hafnarsvæðis á Djúpavogi sem skiptir okkur líka miklu máli. En ég legg bara áherslu á að við horfum áfram á þessa áherslur. Ég lít svo á að í rauninni sú stefna sem við höfum verið að móta, hún sé til þess fallin að efla okkar samfélag til framtíðar. Takk. Takk fyrir þetta, Björn. Orðið er laust. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs undir þessum lið. Ég ætla að lesa tillöguna sem að liggur fyrir fundinum aftur. Hún er svohljóðandi. Sveitarstjórn samþykki framlagðan samstæðureikning Múlaþings fyrir árið 2021 við síðari umræðu, en fyrri umræða hann fór fram 13. apríl síðastliðinn og var hann birtur í Kauphöllinni þann sama dag.
Með ársreikningi liggur einnig fyrir endurskoðunarskýrsla KPMG og ábyrgðar- og skuldbindingayfirlit í árslok 2021. Ég ber tillögun undir fundinn, þeir sem eru henni sammála vinsamlegast gefið merki. Einhverjir á móti? Það er ekki, hún er samþykkt samhljóða með handauppritningu og við komum að lið 2 að dagskránni viðmiðunarreglur framlög til stjórnmálaflokka. Það liggur fyrir fundinum bókun byggðarráðs Múlaþings dagsett 19.4.2022 varðandi viðmiðunarreglur Samband íslenskra sveitarfélaga hefur sett varða framlög til stjórnmálaflokka. Og tillagan sem liggur fyrir fundinum eftirfarandi að tillögu byggðarráðs og á grundvelli 5. grein laga nr. 162/2006 með síðari breytingum samþykkis sveitarstjórn Múlaþings að reglur Múlaþings framlög til stjórnmálaflokka verði eftirfarandi. Framlag til stjórnmálasamtaka sem bjóða fram til sveitarstjórnar skal ákvarðað af sveitarstjórn í fjárhagsáætlun viðkomandi árs. Úthlutun fer fram að loknum kosningum til þeirra stjórnmálasamtaka sem hlotið hafa að minnstakosti 5% atkvæða eða 1 mann kjörinn til samræmis við framangreind lög. Framlögum skal úthlutað í hlutfalli við atkvæðamagn. Miða skal við að greiða 189 krónur á hvern íbúa sem lögheimili á í sveitarfélaginu 1. janúar á ári hverju. Þessi fjárhæð tekur breytingum árlega miðað við vísitölu neysluverðs í október hvert ár og er grunnvísitala 511,2 stig miðað við október 2021. Skilyrt að viðkomandi stjórnmálasamtök hafi áður uppfyllt upplýsingaskyldu sína við ríkisendurskoðanda, samanber 8. og 9. grein laga fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskyldu þeirra nr. 162/2006. Á því ári sem sveitarstjórnarkosningar eru haldnar skal úthluta helmingi árlegs framlags fyrir kosningar en síðari helmingi að þeim loknum og þá í samræmi við kjörfylgi í nýafstöðnum kosningum. Þetta er tillagan sem liggur fyrir fundinum. Orðið er laust. Það kveður sér engin hljóðs og þá ætla ég að bera tillöguna undir fundin. Þeir sem eru henni sammála vinsamlegast gefið merki. Einhverjir ósammála? Það er ekki, hún er samþykkt samhljóða með handauppréttingu. Við erum þá komin að lið 3 á dagskránni, lóðalegur samningur og samþykktum úthlutun lóða, endurskoðun. Það liggur fyrir bókun umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 4.5.2022 varðandi breytingu á samþykktum úthlutun lóða í Múlaþingi ásamt breytingu á grunnleigusamningi byggingarlóðir. Og eftirfarandi tillaga liggur frammi með vísan til afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 4.5.2022 staðfestir sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi reglur úthlutun lóða í Múlaþingi og breytingu á grunnleigusamningi byggingarlóðir. Orðið er laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágætt að funda fólk. Ég held að við nú kannski segja að tilefni að þessum breytingum hafi verið sakleysislega afgreiðsla umhverfis- og framkvæmdaráðs sem að gera ráð fyrir því að það þyrfti ekki lengur að taka skil á lóðum fyrir umhverfis- og framkvæmdaráð heldur að færu þær slíka lóðir beint aftur til úthlutunar. En það kom nú í ljós að innan umhverfis- og framkvæmdasviðs höfðu verið uppi hugmyndir að það gæti verið ástæða til að breyta ýmsu öðru varðandi úthlutun lóða sem er nú kannski eðlilegt að við tókum upp ákveðið fyrirkomulag og síðan eftir því sem komist hefur reynsla á það að þá koma fram svona ákveðna vangaveltur hluti til að breyta og niðurstaðan er svo að það er gert ráð fyrir alveg töluverðum breytingum á reglunum og ég ætla nú að fara bara svona stuttlega í gegnum þær helstu en ég lofa því ekki að ég geti tæft á öllu því sem að breytt hefur verið. En það sem kannski er megin sjónarmið þarna er að það er verið að reyna einmitt að setja skýra reglur sem gera þá ráð fyrir því að afgreiðsla málana fari meira og meira fram innan stjórnsýslunar en þurfi ekki að koma fyrir ráðið. Það sé fyrst og fremst ráðið sem ákveður upphafi hvaða aðferðafræði á að nota við úthlutun tiltekinna lóða en afgreiðslan fari síðan fram af hálfu skipulagsfulltrúa. En það má nú líka nefna í því sambandi í annarri grein að þar er sem sagt gert ráð fyrir því að umsókn sé gerð í rafrænu umsóknarkerfi. Í eldri reglum minnum við hafi verið talað um hún skyldi fara fram skriflega en það er einfaldlega verið að taka upp þarna rafrænt kerfi sem er þá gert ráð fyrir því að allar slíkar umsóknir fari í gegnum. Og
Síðan í 3. grein þá skilgreindir þessir flokkar úthlutunar sem eru þeir sömu og hafa verið en kannski með aðeins breytingum, en það er þá gert ráð fyrir því að umhverfis- og framkvæmdaráð ákveði almennt hvort að tilteknar lóðir fari til úthlutunar eftir A-lið, B-lið eða C-lið. Sem sagt að A-liður þá þannig að þegar nýjar lóðir verða til að þá séu þær auglýstar með ákveðnum tímafresti og síðan þá úthlutað, síðan safnað saman umsóknum og það getur þá verið margar umsóknir hverja lóð. Og síðan að það sé þá dregið á milli þeirra umsækjenda og það gerist þá á sérstökum afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa. Þannig að þó okkur hafi þótt mjög skemmtilegt í þetta eina skipti sem við fengum að kasta teningum á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs úthlutun lóða á Borgarfirði, að þá hefur verið tekið svo ákvörðun að fela starfsfólki að gera það, en þó alltaf gert ráð fyrir því að það séu minnst 3 á fundinum og sá fundur líka opinn, þannig að viðkomandi umsækjendur geta komið og fylgst með þegar verið að afgreiða það. B-liðurinn síðan þessi í rauninni úthlutun sem við kannski þekkjum best, það eru einfaldlega lausar lóðir og það er sótt um þar og umsækjandi fær þá lóðinu úthlutaði ef hann uppfyllir skilyrði. Það er ekki lengur í þessum reglum talað um lista við lausar lóðir, þó að það hafi nú reynda verið heilmikið afrek í sjálfu sér, eða afrek, það var allavega þannig að slíkur listi hafði eiginlega varla verið til staðar hjá Fljótsdalshéraði eða hinum sveitarfélögunum svona svo vel væri, en var komið á afbraskoðun lista yfir þetta. En hugmyndin að stíga næsta skref, þannig í rauninni lausar lóðir í sveitarfélaginu birtist í kortasjá, með þess að það bara útmörk lóðarinnar og það sé hægt að fara á kortið og sjá, þannig að þetta verði ekki eiginlegu listi yfir lausar lóðir. Þannig að það er bara að tala um það að þær upplýsingar lóðirnar séu á vef sveitarfélagsins og þá er gert ráð fyrir því að fyrirkomulagið sé bara einfaldlega fyrstur kemur fyrstur fær eins og verið hefur. C-liðurinn síðan þessi heimild til þess að semja við þá og oftast nær þá einstaka verktaka eða fyrirtæki að taka að sér að reisa hús á tilteknum lóðum. En almennt séð eins og segi það er þá bara umhverfis- og framkvæmdaráð sem ákveður hvaða leið á að fara en afgreiðslan eða framkvæmdin í höndum starfsfólks. Síðan eru nokkrar breytingar gerðar hér hvað varðar sem sagt reglur skil á lóðum. Það þá gerir ákveðin greinarmunur á því hvort að einhverja framkvæmdir eru hafnar eða ekki, en almennt séð að þá er gert ráð fyrir að það sé hægt að skila lóð ef ekki engar framkvæmdir hafi verið hafnar og þá endurgreiðast ákveðin gjöld og önnur gjöld endurgreiðast ekki. Sömuleiðis ef að til dæmis jarðvegsframkvæmdir eru hafnar þá er hægt að taka við slíkri lóð ef að viðkomandi afsala sér framkvæmdunum og svo að síðustu er gert ráð fyrir þeim möguleika að sami síðan skil lóðar jafnvel þó að það sé búið að fara í einhverja framkvæmdir og það er þá svona heimild til þess að gera það og það getur alveg verið kostur fyrir sveitarfélagið að leysa til sín lóð ef að það er eiginlega orðið bara einsýnt að framkvæmdir mun ekki halda áfram ef málin eru komin í ákveðin hnút. Þannig að það er gert ráð fyrir þessu hérna innan. Þetta eru svona þeir helstu þættir sem er breytt. Ég ætla nú að nefna þetta sérstaklega hérna fremst í 3. grein að þar kemur setning sem er semst umhverfis- og framkvæmdaráð getur ákveðið að einstaklingar skulu njóta forgangs við úthlutun ákveðinna lóða umfram lögaðila. Það var ákveðið af hálfu umhverfis- og framkvæmdaráðs að hafa þessa setningu inn að það sé hægt að gera þetta. Það eru til dæmi hjá sveitarfélögum á landinu að þetta sé gert og það er þá ef það er einhver sérstök sjónarmið það að sveitarfélagi vilji frekar úthluta til einstaklinga sem eru þá að byggja yfir sig sjálf, frekar heldur en að lóðir fari unnvörpum til verktaka sem eru þá að byggja og til endursölu. En ég held reyndar við núverandi aðstæður hjá okkur sé ekki líklegt að þessu verið beitt en það er kannski allt í lagi að hafa þessa heimild í regluverkinu. Þannig að það er hægt að taka þessa ákvörðun en má búast við að þetta verði fremur sjaldgæft. Þetta hefur verið unnið, þessar breytingar hafa verið unnar af starfsfólki umhverfis- og framkvæmdasviðs og teknar fyrir tvívegis í umhverfis- og framkvæmdaráði og erum mjög sátt við þessa vinnu og þar hefur verið horft meðal annars til einmitt framkvæmdar á Akureyri, mjög stíft og svo til annarra sveitarfélaga einnig. Ég átta mig nú á því það sem ég stend en ég glemdi líka að nefna deilhlut. Nú verður gert ráð fyrir því að með umsókn lóð að þá fylgir staðfesting fjármálastofnunar það að viðkomandi sé fjárhagslega bær til þess að byggja á viðkomandi lóð. Þetta hefur ekki verið inn í regluverkinu okkar en við
í umhverfis- og framkvæmdaráði fórum að bóka þetta á tímabili þegar var svona dálítil eftirspurn eftir sömu lóðunum að við úthlutuðum með fyrirvarum að slík staðfesting skilaði sér, en að fyrirmynd Akureyrarbæjar að þá er hér lagt til að þetta verði bara tekið upp sem föst regla, að viðkomandi sé búin að fara, funda með sinni fjármálastofnun og fá útgefna einfalda staðfestingu þess efnis að viðkomandi hafi burði til þess að framkvæma í samræmi við úthlutunina. Ég held að þetta sé bara gott fyrir alla aðila að það sé búið að fara yfir fjárhagslega þáttinn áður en til úthlutunar kemur. Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið er laust undir þessum lið. Fleiri kveða sér ekki hljóðs. Tillagan sem liggur fyrir fundinum undir þessum lið er eftirfarandi. Með vísan til afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 4.5.2022 staðfestir sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi reglur úthlutun lóða í Múlaþingi og breytingu á grunnleigusamningi byggingarlóðir. Þeir sem eru sammála eru vinsamlegast beðin að gefa merki. Þeir sem eru ósammála, það er enginn. Þetta er samþykkt samhljóða með handaufbreytingu og við erum komin að lið 4 í dagskránni, samþykkt stjórn sameinaðs sveitarfélags. Fyrir fundinum liggja til síðari umræðu tillögur að breytingum á samþykktum stjórn Múlaþings og tillagan sem liggur fram er eftirfarandi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögur að breytingum á samþykkt stjórn Múlaþings. Skrifstofustjóra falið að sjá birtingu gagna með þeim hætti lög og reglur kveða á Orðið er laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs og ég ber því tillöguna undir fundinn. Þeir sem eru henni sammála vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru ósammála, það er engin. Hún er samþykkt samhljóða með handauppréttingu. Og við erum komin að lið 5, reglur Múlaþings garðslátt 2022. Það liggur fyrir bókun fundar umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 4.5.2022. varðandi reglur garðslátt fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja í Múlaþingi sumarið 2022. Eftirfarandi tillaga liggur frammi með vísan til afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 4.5.2022 staðfestir sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi reglur garðslátt í Múlaþingi fyrir árið 2022. Orðið er laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágæta fundarfólk. Ég ætla nú bara að fylgja stuttlega úr hlaði þessari tillögu, einkum þó til þess að gera grein fyrir því að þetta er svona sumuleyti óvenjulegt mál vegna þess að þarna krossa pínulítið svið og nefndir sveitarfélagsins. Almennt séð eru auðvitað umhverfis- og framkvæmdaráð að taka við málum sem eru unnin af umhverfis- og framkvæmdasviði og fjölskylduráð við málum unnum af fjölskyldusviði. En þarna háttar svo til að í rauninni undirbúningur málsins kemur á fjölskyldusviði sem hefur farið með sem sagt, utanumhald þessa þjónustu, þetta því að þetta er svona hluti af þeirri þjónustu sem við erum að veita eldri borgurum sveitarfélagsins, en kemur til umhverfis- og framkvæmdaráðs til samþykktar. En ráðið bara tók undir það sem þá tillögu sem kom frá fjölskyldusviði málið. Það er verið að gera nokkra breytingar þarna sem ég held að séu nú mjög til bóta. Það er verið að hækka töluvert þau tekjuviðmið sem höfðu verið á reglunum, það er að segja hversu mikla tekjur einstaklingur eða hjón gátu verið með til þess að njóta þessara þjónustu, en á sama tíma er líka verið að taka upp eignaviðmið eða viðmið lausafjáreign sem er eftir því sem mér skilst í samræmi við aðrar reglur sem hafa gilt á fjölskyldusviði. Þannig að þetta er svona bara þetta er svona verið að setja þetta í ákveð flútt við það regluverk sem þar er. Og þó að ég persónulega sé nú oftar á þeirri skoðun að það geti skapað meira vesen að vera með þessi tekju og eignaviðmið heldur en ekki, að þá held ég að sé réttlætanlegt í þessu tilfelli vegna þessa samræmis við bara einfaldlega aðra þjónustu og aðra aðstoð sem verið er að veita á sviðinu sem er veitt á sama grundvelli. Þannig að það er þá töluvert hærri tekjumörk en jafnframt þarf að skila ákveðinni staðfestingu eignir til þess að geta notið þessarar þjónustu að veita garðslátt, og þetta er síðan gert ráð fyrir því eins og svo sem hefur verið að almennt sé þessi þjónustu ekki veitt þeim sem eru fullfærir að sinna henni sjálfur og heldur eingöngu verið að horfa til þess að aðstoða og þjónusta þá sem ekki hafa til þess burði. Takk. Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið er laust.
Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs undir þessum lið og ég ætla að lesa tillöguna sem liggur fyrir aftur. Hún eftirfarandi með vísan til afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 4.5.2022 staðfestir sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi reglur garðslátt í Múlaþingi fyrir árið 2022. Þeir sem eru tillögunni sammála er vinsamlega gefið merki. Þeir sem eru ósammála, það er engin, hún telst samþykkt samhljóða með handauppréttingu. Við erum komin að lið 6 í dagskránni, aðalskipulagsbreyting, Hellisá og Skuggahlíð, efnisnámur. Það liggur fyrir bókun fundar umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 27.4.2022 þar sem lagt til við sveitarstjórn að gera við breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 og eftirfarandi tillaga liggur frammi að tillögu fundar umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 27.4.2022 samþykki sveitarstjórn Múlaþings að gera við breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 þar sem efnisnámunum við Hellisá og Skuggahlíð verið bætt inn á skipulag. Skipulagsfulltrúa falið að sjá framkvæmd málsins. Orðið er laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson beður orðið, gjörðu svo vel Stefán. Forseti og ágæta fundarfólk. Sveitarstjórnarfulltrúi kannast væntanlega við að það var sams konar erindi frá Vegagerðinni fyrir síðasta fundi, þó ekki fyrir sömu námur. Við talaðum hér áðan að við höfum séð að svartara varðandi fjármálin. Við höfum svo sem líka séð að svartara varðandi beiðni Vegagerðarinnar að bæta náminn og aðalskipulag. En við séum samt ástæðu til að koma hérna upp og ítreka það að það væri þetta æskilegt ef Vegagerðin væri heldur fyrr á ferðinni með sín áform þetta heldur en þau eru. En tek þó jafnframt fram að það hafi verið mikil framför á undanförnum árum hvað þetta varðar. Þannig að það verður auðvitað að taka því bara með jákvæðu hugafari að allir eru að reyna að bæta sig í sínu vinnubröðum en það væri óneitanlega betra ef þetta kæmi örlítið fyrr fyrir sveitarfélagið til meðferðar af því okkur ber að fara með þetta í gegnum aðalskipulagsferli og það er tölverður handleggur, getur verið það. En heilt yfir auðvitað og það sem hefur náttúrulega alltaf verið viðkvæði varðandi það að koma náminn og aðalskipulag er það við verðum að vera jákvæð vegna þess að þetta þýðir að það eru framkvæmdir framundan og maður horfir bara á það að það eru góðu tíðindin í þessu að Vegagerðin er að vinna og það er það sem við viljum. Takk fyrir þetta Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Jakob. Já, forseti og annað gott fundarfólk hér. Ég ætla að fagna þessu erindi hér frá Vegagerðinni þessar efnisnámur en eins og sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson vék máls á hér áðan þá kemur þetta dálítið seint frá Vegagerðinni og væri svona æskilegt að hún tæki bara saman plagg efnisnámur almennt í sveitarfélaginu og kæmi með þetta til þess að sé hægt að taka þetta í heildstæðri mynd. Ég held að það sé svona spurningum að koma því til þeirra því þetta til Vegagerðinnar því að það er fullt af efnisnámum sem eru kannski ekki komnar í þetta ferli hjá Vegagerðinni og ég held að þetta væri ágætt að taka samtal við þá það að taka bara lista yfir þetta þannig að það sé hægt að gera þetta í svona heildstæðri mynd. Bara svona vekja athygli á því. Takk. Takk fyrir þetta Jakob. Orðið er laust. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs. Tillagan sem liggur fyrir er eftirfarandi að tillögu fundar umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 27.4.2022 samþykki sveitarstjórn Múlaþings að gera þeirri breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 þar sem efnisnámunum við Hellisá og Skuggahlíð verði bætt inn á skipulag. Skipulagsfulltrúa falið að sjá framkvæmd málsins. Þessum eru þessi tillögu fylgjandi vinsamlega gefið merki. Einhverjir á móti. Það er ekki, hún er samþykkt samhljóða með handauppréttingu og við erum komin að lið 7. Öryggi við þjóðveginn GSM-samband. Fyrir fundinum liggur bókun fundar heimastjórnar Djúpavogs dagsett 2.5.2022 varðandi GSM og Tetra-samband á Djúpavogsvæðinu. Og tillagan sem liggur fyrir fundinum er eftirfarandi. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Djúpavogs að mikilvægt sé að GSM og Tetra-samband verði bætt í Hvalnes og Þvottáskriðum sem er ofanflóðahættusvæði á svæðum í Álftafirði, í Hamarsfirði norðanverðum og á Axarvegi.
Á umræddum svæðum er samband stopult eða jafnvel ekki til staðar. Sveitarstjórn Múlaþings leggur áherslu á að við þessu verði brugðist með úrbótum og sveitarstjóra falið að koma óskum varðandi þetta á framfæri við stjórnvöld. Orðið er laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefði beðið orðið, gjörðu svo vel, Jakob. Já, forseti og gott sveitarfólk, þetta er mjög gott mál að fara í þetta og ég bara tel að þetta sé jafnvel eigi bara reyndar víðar við því að það virðist vera mjög stopult samband hvað varðar bæði farsíma og tetrakerfisins víða í sveitarfélaginu. Síminn er að detta út hjá fólki í tíma og tíma. Sumir segja að þetta sé einhver barningur á milli hvort þetta er síminn eða einhvern annað símafyrirtæki. Ég veit ekki hvað er þetta, mér finnst þetta allavega til dæmis bara minnilegin hafa versnað frá því sem var hér áður fyrr og hvað veldur veit ég ekki en ég held að þetta sé ágætt að koma því að líka við stjórnvöld að það þurfa að bæta þetta á mörgum stöðum og þetta á kannski líka við bara, ekki bara við landleiðina, þetta á kannski við bara út á hafinu. Það er, eins og við vitum núna, þá er mikið af smábátum á hafinu núna í strandveiðitímabilinu og á víða er ekki símasamband eða gott samband á þeim og það er áhyggjuefni og er bara öryggi að ef hægt er að lagfæra það. Takk. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er laust. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs og ég ber þá tillöguna undir fundinn. Þeir sem eru henni sammála vissan að skeiði merki. Einhverjir á móti. Það er ekki, hún er samþykkt samhljóða með handauppréttingu. Við erum þó komin að lið 8. Innsent erindi verndarsvæði í byggð á Djúpavogi. Það liggur fyrir erindi frá fasteignaeigendum í Dölum og Bjargi og Djúpavogi þar sem viðkomandi segja sig úr verkefninu verndarsvæði í byggð. Jafnframt liggur fyrir bókun fundar umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 4.5. varðandi umrætt erindi. Og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs og samþykkir að vísa erindinu til nýrrar sveitarstjórnar til umfjöllunar. Orðið er laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágæta fundarfólk. Á síðasta fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs þá voru málefni verndarsvæða í byggð til umræðu og það háttar þannig til í þessu sveitarfélagi að við erum með eitt verndarsvæði sem er í gildi á Djúpavogi. Við erum með annað verndarsvæði að tillögu verndarsvæði sem hafa búið að fara í gegnum í rauninni alla sína meðferð og býður staðfestingar ef það er vilji sveitarstjórnar sem er verndarsvæði á Egilsstöðum. Þar sem hafðu komið fram mjög afgerandi athugasemdir á lokametrum þess ferlis. Og síðan erum við með verkefni á Seyðisfirði sem má segja að því komið svona hálfa leið. Það er búið að afla tölvmiklega gagna, gera þar húsakönnun og fleira og þarf að taka afstöðu til framhaldsins. Umhverfis- og framkvæmdaráð taldi ástæðu bara til þess að draga þetta saman og minna nýja sveitarstjórn á það að það þarf að taka afstöðu til framhaldsins. Samkvæmt lögum verndarsvæði byggð þá koma þau til endurskoðunar í upphafi hvers kjörtímabils og það á þá við þetta verndarsvæði á Djúpavogi og ég held að það sé mikilvægt að sveitarstjórn setji sig vel inn í þau mál. Varðandi verndarsvæði á Djúpavogi þá er mikilvægt að hafa í huga að þar var unnin heilmikil vinna í aðdragandanum, mikil kynningavinna og var tekin ákvörðun það að þáverandi sveitarstjórn að setja þetta verndarsvæði á og það tengist líka ákveðinni stefnumörkun sem þar hefur verið og er í rauninni áfram í gildi varðandi endurgerð gamalla húsa á Djúpavogi og sveitarfélagið, bæði Djúpavogsreppur og í rauninni Múlaþing síðan hefur notið góðs af þessu verndarsvæði hvað varðar afgreiðslu mála hjá Minjastofnun varðandi fjármuni í endurgerð þessara húsa og fleira. Þannig að það er ýmislegt sem þarf þarna að koma til skoðunar. En það þarf auðvitað að skoða það bara mjög vel hvort að það er ástæða til að breyta skilmálum verndarsvæða eða breyta útmörkum þeirra í þeim tilfellum sem að verndarsvæðin er í gildi.
Vegna orðalags erindisins og eins og kemur fram þarna í innganginu, þá verður nú bara að koma hér fram að það bara einfaldlega ekki þannig að einstaklingar eða einstakir eigendur fasteigna geti sagt sig úr verndarsvæðisbyggð. Það bara ekki svoleiðis. Það hins vegar, við tökum því auðvitað sem hér sem bara yfirlýstum vilja þessara fasteignareigenda það að þeirra eignir séu ekki innan verndarsvæðisins. En það ekki ákvörðun viðkomandi fasteignareigenda, ekki frekar heldur en að fasteignareigandi getur ákveðið að segja sig úr deiliskipulagi eða hvað þá segja sig undan lögum um tekju- og eignarskatt eða eitthvað þess háttar. Þetta bara ákvörðun sem tekin af þar til bærum yfirvöldum. En auðvitað sveitarstjórn eins og öll önnur yfirvöld, það rétt af hálfu sveitarstjórnar að hlusta auðvitað eftir vilja íbúa og reyna að skilja hvar það liggur á baki og eftir atvikum reyna að koma til móts við þessi sjónarmið. En það ekki þar með sett að það sé alltaf hægt. Af því að stefnumörkun sveitarfélags á einn veg og hún getur farið gegn vilja einstakra eigenda fasteigna á svæðinu. En þetta nú allt saman handleikur nýrrar sveitarstjórnar, þannig að ég býst við því að þetta verði tekið til skoðunar þá. Sama gildir í rauninni framhald verkefnisins á Egilsstöðum, það þarf að taka afstöðu til þess hvað á að gera við það. Ég tel mikilvægt að það verði rætt við þá einstaklingar sem skiluðu þar inn athugasemdum og kannað hvort það einhver grundvöllur fyrir því að gera breytingar á verkefninu sem að þeim hugnast þeim vilja. Sveitarstjórn getur ákveðið að staðfesta og að verndarsvæðið ekki gildi. Sveitarstjórn getur líka ákveðið að auglýsa aftur með breyttum forsendum. Það líka hægt að ákveða að falla frá verkefninu. En það held ég sé bara mikilvægt að ný sveitarstjórn geri á grundvelli góðrar skoðunar á öllum gögnum málsins og öllum forsendum sem það liggja bak. Og sama í rauninni gildir Seyðisfjarðarverkefnið. Það sem nú kannski þar athyglisvert það auðvitað að þetta hefur verið viðvarandi stefnumörkun á Seyðisfirði líka að huga mjög vel að bæjarmyndinni og þessum eldri húsum á Seyðisfirði. Þannig að maður hefði haldið að vinna við verndarsvæði byggð fjalli bara einfaldlega mjög vel að þeim áherslum sem hafa verið þar til fjöldamargra ára. En þetta allt saman, svo ég segi það nú enn einu sinni, í höndum nýrrar sveitarstjórnar, þannig að ég þarf ekki að hugsa það mikið meir. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórunnsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Forseti, ágætu fundamenn, eins og Stefán Bogi kom inn á þá eru þarna ákveðnar vísbendingar að íbúar ekki á allt eitt sáttir verndarsvæði í byggð og ég held að sé svona verkefni okkar sem að förum inn í nýja sveitarstjórn að koma á fundum með íbúum. Við getum notað heimastjórninar til þess að fara yfir þetta verkefni, verndarsvæði í byggð, til hvers það og svona reyna að kanna hug íbúa í þeim efnum á hverjum stað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur. Orðið laust. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs og tillagan sem liggur fyrir eftirfarandi. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs og samþykkir að vísa erindinu til nýrrar sveitarstjórnar til umfjöllunar og þeir sem eru þessari tillögu samþykkir eru vinsælt beðnir að gefa merki. Þeir sem eru á móti, það engin og hún samþykkt samhljóða með handauppritningu. Þá erum við komin að liði 9, húsnæði sveitarfélagana Múlaþings og Fljótsdalshrepps á Hallormsstað, Fjósakambur 8B. Það liggur fyrir erindi frá Hallormsstaðaskóla varðandi mögulega leigu og húsnæði í eigu sveitarfélagsins og tillagan sem liggur fyrir fundinum eftirfarandi með vísan til þess að til skoðanir ásamt fulltrúum Fljótsdalshrepps möguleg sala á umræddri eign beinir sveitarstjórn Múlaþings því til byggðarráðs Múlaþings að afstaða til fyrirliggjandi erindis verði tekin að höfðu samráði við fulltrúa Fljótsdalshrepps mat á virði umræddrar eignar liggur fyrir. Orðið laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs utan sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágæta fundafólk, varðandi þessar eignir að þá hefur það legið fyrir nokkra hríð að Fljótsdalshreppur sem sameigandi Múlaþings að þessum íbúðum hefur haft áhuga á því að losa þær og alveg hægt að skilja það og sjálfsagt og ég tek undir þessa tillögu sem hér hefur verið lögð fram, þar að segja að þetta verði unnið áfram í samráði
sameigendur. En ég vil samt svona koma því sjónarmið á framfæri að þetta erindi verður skoðað með svolítið jákvæðum huga. Það þannig að Hallormsstaðaskóli afar merkileg menntastofnun, bæði í sögulegum skilningi og líka bara út frá þeirri vinnu sem þar hefur verið unnin undanfarin ár að endurskilgreina námið, og þarna komin upp einstök menntastofnun sem full ástæða til þess að reyna að styðja við eins og mögulegt og ég svona kannski óttast það pínulítið að húsnæðisskortur geti orðið skólanum fjötur fót ef það ekki tryggt að skólinn hafi aðgang að íbúðarhúsnæði hugsanlega fyrir starfsfólk eða jafnvel nemendur. Þannig að ég vil nú hvetja nýtt byggðarráð til þess að horfa svolítið jákvæðum augum á þetta. Ég ekki að segja að það sé endilega eina leiðin eða besta leiðin að verða við þessu erindi Hallormsstaðaskóla en að skoða það. Þetta getur verið svolítið þröng staða fyrir skóla sem staðsettur hér á Hallormsstað að tryggja nauðsynlegt húsnæði fyrir og þá einkum og sérilegi kennara sem myndu vilja koma til starfa. Þannig að þetta, ég held að þurfa að svona ekki endilega taka ákvörðun þetta bara út frá krónum og aurum í söluandvirði. Þetta líka horfa til þess hægt að styðja einhvern veginn við Hallormsstaðaskóla vegna þess að það ekkert endilega opbóðslega, sveitarfélagið hefur ekkert endilega opbóðslega marga möguleika að styðja við stofnanir á þessu stigi sem heyrir undir ríkið, en þarna gæti verið ein leið til þess að við getum sýnt stuðning í verki. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helgi. Forseti, ég langar að taka undir með Stefán Búa. Ég held að við þurfum að skoða þetta einhvern veginn að koma til móts við skólan. Það væri, held ég, mjög vont mál ef þau finna ekki lausn sinna mála. Og bara þetta var eins og tala út mínu hjarta, bara betur orðað. En svo svona annað í framhaldi aðeins og þessu samhengi, það annað húsnæði, pínu skrítið að við, það kemur þarna umsókn, fyrirspurn húsnæði á vegum sveitarfélagsins og þá vakna menn, já, við eigum þarna húsnæði, við erum að selja það. Ég held að það sé dálítið svona húsnæði. Ég meina, það eru 2 hús í Brúarási sem standa auð, sem sveitarfélagið á. Ég held við þurfum aðeins að skoða þetta svona heildstætt. Ég meina, við þurfum að nýta húsnæði, allt húsnæði í sveitarfélaginu, það vantar alls staðar húsnæði. Þannig að, já, bara svona í þessu samhengi að vekja máls á því. Takk. Takk fyrir þetta, Helgi. Orðið laust. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs undir þessum lið. Tillagan sem liggur frammi eftirfarandi með vísan til þess að til skoðunar ásamt fulltrúum Fljótsdalshrepps möguleg sala á umræddri eign beinir sveitarstjórn Múlaþings því til byggðarráðs Múlaþings að afstaða til fyrirliggjandi erindis verði tekin að höfðu samráði við fulltrúa Fljótsdalshrepps mat á virði umræddrar eignar liggur fyrir. Þeir sem eru þessari tillögu sammála vinsamlega skeiðið merki. Þeir sem eru ósammála, það engin, þetta samþykkt samhljóða með handauppsetningu. Þá komið að lið 10. Fundargerðir svæðisskipulagsnefndar sveitarfélaga á Austurlandi 2022. Það liggur fyrir bókun svæðisskipulagsnefndar dagsett 28.4.2022 ásamt tillögu að svæðisskipulagi Austurlands 2022 til 2044. Og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að tillaga að svæðisskipulagi Austurlands 2022 til 2044 verði auglýst í samræmi við 24. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 15. grein laga umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021 að teknu tilliti til niðurstaðna svæðisskipulagsnefndar Austurlands á fundi hennar 28.4.2022 og að undangenginni athugun skipulagsstofnunar samkvæmt 3. málsgrein 23. greinar skipulagslaga. Orðið laust undir þessum lið.
Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson. Biður orðið, gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágætt að funda fólk. Mér rennur nú blóðið til skyldunar að taka til máls undir liðnum þar sem að ég hef gegnt formennsku í þessari svæðisskipulagsnefnd SSA og er afar stoltur af þessari tillögu sem hér liggur fyrir. Það er töluvert mikið skref fyrir Austurland að leggja upp með svæðisskipulag. Þetta hefur verið áhersluverkefni SSA nokkra hríð og það eru því ákveðin tímamót að tillagan liggi nú fyrir. Tillagan er ekki fullkomin frekar en önnur mannanna verk en ég tel þó að hún sé býsna góð. Áhersla auðvitað lögð á að draga þarna inn í þetta skjal þá þætti sem að sveitarfélögin á Austurlandi geta verið sammála hvað varðar áherslu til framtíðar og þetta er svona býsna viðamikið skjal af því leytinu til þó auðvitað margir geti sagt að það sé kannski fátt sem er tekin mjög einörð afstaða til en það er svolítið eðli fyrirbærisins. Svæðisskipulag markar ákveðna stefnu, ákveðna sýn sem að síðan er til nánari útfærslu í aðalskipulagi hvers sveitarfélags. Við vitum líka að það eru nokkrir þættir sem að sveitarfélögin eru kannski ekki alveg á einu máli eða þættir sem eru bara pólitískt það viðkvæmir að það er ekki ætlandi nefnd eins og svæðisskipulagsnefnd SSA að taka ákvörðun fyrir hönd alls fjórðungsins í þeim efnum. Það má til dæmis nefna orkumál. Þannig að í þessu plaggi er til dæmis bara mótuð ákveðin stefna sjálfbæra nýtingu orkuauðlinda, hvaða auðlinda sem það eru, en því vísað ákveðið í aðalskipulagsgerð hvers sveitarfélags að útfæra með hvaða hætti hvert sveitarfélag vil gera það og þá hvaða orkukosti og svo framvegis. Þarna er verið að reyna að setja fram þessa sameiginlegu sýn og það hefur nú verið undanfarin ár býsna góður samhljómur margt hér á Austurlandi og við vonum að það endurspeglist hér í þessu plaggi. Það hefur verið ákveðin tímapressa á þessari vinnu líka vegna þess að við töldum það mjög mikilvægt að fráfarandi sveitarstjórnir tækju ákveðna afstöðu til tillöguna með því að samþykkja hana til auglýsingar. En jafnframt væri það bara mjög æskilegt að sá auglýsingatími sem er lögum samkvæmt 6 vikur, hann liði yfir kosningar þannig að það kemur þá í hlut nýrra sveitarstjórna að taka síðan endanlega afstöðu til tillögunar. Þannig að þetta er orðið, þetta er orðið svolítið eins og stjórnarskrárbreyting á Alþingi. Það þurfa tvenn þing að fara með stjórnarskrárbreytingu og þetta er svona svipað að það verður kosið á milli þannig að það verða tvennar sveitarstjórnir sem að taka afstöðu til tillögunar. Í framhaldinu er síðan þá komið á þetta svæðisskipulag að því gefnu að það hljóti staðfestingu og það er gert ráð fyrir því að áfram verði starfandi svæðisskipulagsnefnd en það er unnið út frá því að sú nefnd verði samþætt við einhverja aðra einingu. Það hefur jafnvel verið nefnt að hugsanlega verði bara stjórn SSA, þessi svæðisskipulagsnefnd sem að þá fer með málefni sem þessu tengjast, meðal annars þá að taka afstöðu til þess hvort að einstaka tillögur til aðalskipulagssveitarfélaga eru ekki í samræmi við svæðisskipulagið. Þannig að þetta við erum að fara inn með þessari tillögu inn í svolítið nýja og að mínum að þetta spennandi tíma og síðan má búast við því auðvitað að þetta verkfæri þróist og breytist. Það er eins og við segið, þetta er ekki fullkomið en þetta er eins langt og við töldum okkur geta komist núna og kannski í næstu atriðinu þá bætum við að einhverju leyti úr. Fengum býsna margar umsagnir tillöguna og það er mjög vel. Kemur mjög víða fram í þessum umsögnum að það er ánægja með það að þetta er metnaðarfull tillaga og vel sett fram. Og svo er það líka sérstakt fagnaðarefni og ég vil nú eiginlega þakka kærlega fyrir það að einstaklingar hér á Austurlandi lögðu augljóslega mikla vinnu í að setjast yfir þetta skipulag og skila mjög ígrunduðum og góðum athugasemdum og ábendingum við það og er það mjög þakkarvert og hefur verið tekið tillit til mjög margt sem að þar kom fram. Takk. Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið er laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið orðið. Forseti og aðrir fundarmenn.
fundagerð svæðisskýrslunefndar. Þetta er mjög gott að þetta sé komið á þennan level eða spöl sem þetta er. Þetta er 22 ára prósessata eða sem þetta nær yfir frá 22 til 44. Þegar ég las þetta yfir fyrst og var að reyna að fletta upp Borgarfirði, 69 blaðsíðna plagg, ekki stafur Borgarfjörð. Þannig en að ég setti inn hérna 2 athugasemdir og mér sýnist þær hafa verið teknar til og settar inn, þó ég hafi ekki séð kannski plaggið, drög að því sem slíku, en þá hafi þetta komið inn og það er vel. En ég bara fagna þessu og vona svo að ég fá að sjá plaggið þegar það er komið að endalegu og fá einhverja meldingu um það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jakob. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Forseti, ágætu fundarmenn, mér langar bara að koma hér upp og fagna þessum drögum að svæðisskipulagi. Þetta hefur verið langur ferill, hann byrjaði brösulega og það er svona jaðra við að við þyrftum að skála fyrir þessum áfanga hér í dag. Þetta er mikilvæg framtíðarsýn fyrir sveitarfélagið okkar og mun rýma vel við þá vinnu sem framundan er í aðalskipulagi fyrir Múlaþing. Þannig að ég fagna þessu innilega. Takk fyrir þetta, Hildur. Fleiri hafa ekki kveðið þessu hljóðs undir þessum lið utan sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson. Gjörðu svo vel, Þröstur. Forseti, annað fundafólk. Já, það er þetta svæðaskipulag. Sko, ég fór á fund hvernig var Austurbrúar 7. júní í sumar ef mann rétt það sem þetta var kynnt. Og ég var alveg að játa það, ég átti dálítið erfitt með að halda athygli við kynninguna. Ég skildi þetta ekki og ég skal bara játa að ég skil þetta ekki ennþá í dag. Ég gerði aðra heiðarlega tilraun í gær til þess að reyna að skilja þetta með að lesa þetta og það gekk illa. Mér finnst skjalið mjög viðamikið, það nánast tekur á öllum þátt, ekki bara skipulagsmálum heldur, bara öllum þáttum lífsins og þarna er blandað inn í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og fleiru. Þetta er mikið af fallegum setningum og miklu orðskrúði, skýringamyndir gríðarlegar, flestar þannig að ég skil hvorki upp né niður, það var alveg saman hvort ég snýðum svona eða svona. Ég veit ekki, kannski er þetta ágætt skjal og ég bara svona eins og maður segir á lélegri ensku bara svona döm. En ég skil þetta ekki og ég óttast svolítið þetta sé eina af þessum stóru skýrslum sem verði okkur til trafala í framtíðinni þegar kemur aðalskipulagi. Ég hef svona ákveðin ótta við það. En vonandi ekki, en ég samt sem áður fór að leita því svona meðal fólks hvort það væru fleiri svona vitlausir eins og ég sem skilja þetta ekki og ég komst fljótt að því að það er býsna útbreitt að fólk skilur þetta ekki. Þannig að ég hef svolítið áhyggjur af þessu skjali sem slíku að þetta er viðamikið, mikið orðgróð og svona, já, þetta er svona rosalega stjórnsýslulega, skýrslulega vegt skjal ef svo má segja. Við tækjum nú bara einhvað mjög flókið orð sem enginn skilur, það er svo margt í þessari skýrslu sem ég bara hreinlega skil ekki. En ég ætla nú bara eiginlega að koma að þess að, ég held að það sé margir sem bara, þetta er einhvern veginn svo stórt og mikið að menn ná ekki alveg endum saman, þannig að það væri sjálfsögur mjög bara gott ef Austurbrú einhver geti bara komið með einfaldari kynningu á þessu, hvað er þetta og hvað snýst þetta og hvert er sem sagt markmiðið, þannig að ég sé það ekki alveg heldur. Ég veit hvað markmiðið á að vera en ég sé ekki alveg út úr þessu hver lendingin er. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Orðið er laust. Fleiri hafa ekki. Stefán Bogi Sveinsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Stefán.
Já, forseti og ágætt að funda fólk, aðeins í tilefni af því sem framkom í máli Jakobs Sigurðssonar sveitarstjórnarfulltrúa hér áðan, þá er rétt einmitt að komi fram að hinn endanlega útgáfa af svæðisskipulagsplagginu mun einfaldlega liggja fyrir við auglýsinguna. Þetta var gert með þessum hætti vegna þess að tímamörkin voru mjög knöpp. Fljótsdælingar, það lá fyrir að öll sveitarfélög yrðu að staðfesta skipulagið á sínum fundi í maí og Fljótsdælingar funduðu svo skömmu eftir að athugasemdafrestinum lauk að niðurstaðan var sú að við myndum taka þetta saman í minnisblað sem einmitt lýsti því bara hvaða breytingar yrðu gerðar og það yrði lagt þannig fyrir allar sveitarstjórnir, þannig að allar sveitarstjórnir fengju sömu gögnin. En síðan hinn endanlega útfærsla þá í samræmi við minnisblaðið sem að gera grein fyrir viðbrögðum við athugasemdunum að hún liggur fyrir við auglýsinguna. Ef að ég man rétt þá er það þannig að athugasemdur sem koma á þessu vinnslustigi skipulags sem þeim er ekki svarað beint en það verður tilkynnt, ég held að umsagnaraðilum verður öllum tilkynnt það þegar hinn endanlega auglýsing verður og þá að hvar hægt er að nálgast tillöguna. Nú Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, játaði hér á sig skilningsskort og það hvarflaði að mér eins og reyndi að gera svo oft að ég fer að hugsa dýrin í hálsaskogi þegar ég stend í pólitískri umræðu. Þar sagði Mikki Refur, ég skil allt sem ég kæri að skilja. Og ég velti fyrir mér hvort það sé raunverulegu skilningsskortur eða viljaskortur til að skilja sem að ræður afstöðu sveitarstjórnarfulltrúans hér. En þó, ég skal viðurkenna það að þetta er auðvitað stórt og mikið plagg. Það tekst á við stóra hluti og það er auðvitað það sem við viljum vera að gera. Við viljum ekki alltaf vera í hinu smáa. Við erum stjórnvald fyrir þetta sveitarfélag og saman eru þessi 4 sveitarfélag stjórnvald fyrir þennan landshluta. Og við getum valið 2 kosti. Við getum annarkvort setið og beðið eftir að stefna sem móti fyrir okkur eða við getum stíð upp og reynt að móta stefnu fyrir okkur sjálf. Þetta svæðisskipulag sem nú gert ráð fyrir í lögum, skipulagslögum, að standi á milli landsskipulags og aðalskipulags, er tæki fyrir okkur til þess að hafa áhrif á aðra stefnumörkun á landsvísu. Þannig að þegar við gerum svæðisskipulag þá ber okkur að taka tillit til margra þátta, meðal annars landsskipulags og annarra stefnumörkunar sem ríkið gerir á landsvísu. En það er líka okkar trú að með því að setja okkar stefnu fram fyrir fjórðunginn í heild að þá verði ríkið neitt til þess að horfa til okkar stefnumörkunar þegar ríkið setur stefnu á landsvísu. Þannig að þetta er eiginlega tilraun til þess að marka okkur stað í þessu ferli og segja að þetta er það sem við viljum í þessum tilteknum málaflokkum og ég óttast það ekki að þetta skjal verði til einhverja trafala við gera aðalskipulags. En það hins vegar gerir það kröfu til okkar að við samræmum svolítið það sem við erum að gera á aðalskipulagsstiginu. En við höfum reynt að gæta þess að skilja eftir svigrúm vegna þess að það er ekki okkar markmið með gerð svæðisskipulags að taka valdið af sveitarfélögunum. En þetta er svona aðeins bara pínur okkur til þess að horfa þó allavega á sömu hlutina og kannski fyrir vikið róa meiri sömu átt heldur en við höfum gert í fortíðinni. Þannig að ég hef ekki þungar áhyggjur af því að skilningsskortur muni verða þessu fjötur og fót og get reyndar votta það að eitt af þeim verkefnum sem að hugsað er að verði út úr svæðisskipulagi er það að það verði tekin saman einfaldari mynd af því sem að kemur fram í svæðisskipulagi sem hugsuð er til kennslu í grunnskólum og það er þá kannski nógu einfalt til þess að Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi geti meðtekið það sem að það kemur svona á grunnskólastiginu. Takk. Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefði beðið orðið, gjörðu svo vel, Þröstur. Forseti, annað sveitarstjórnarfólk. Sko, ég get alveg tekið undir það sem að Stefán Bogi, sveitarstjórnarfulltrúi, nefndi hérna á að þetta er mikilvægt plagg sem slíkt á milli landsskipulags og aðalskipulags og mikilvægt að við séum svona göngum fram og komum með þessa framtíðarsýn sem við viljum sjá þannig að það verði ekki gert fyrir okkur eins og Stefán Bogi nefndi hérna áðan. Hann talaði viljaleysi mitt til að skilja þetta. Nei, Stefán Bogi, vilji minn hefur verið heilmikill og ég er hér geispandi í dag og ég var að reyna að skilja þetta langt fram á nótt.
en tókst kannski ekki vel, ég veit að nægi einhverjum þáttum í þessu, en ég held að ég fagna því eins og ef það á að gera svona út úr þessu það sem heitir svæðaskipulag for dummies, vegna þess að þá fyrst kannski get ég tekið afstöðu til þess, en ég ætla að nýta tækifærinu að gera grein fyrir atkvæða mínu bara í ljósi þess að ég skil þetta ekki í dag og bara játa það upp á mig, það getur vel verið að það sé bara mitt vandamál, en ég get ekki sem sveitarstjórnarmaður samþykkt einhvað sem ég skil ekki, þess vegna hef ég valið það, ætla að velja það hér á eftir atkvæðagreiðslu að sitja hjá í atkvæðagreiðslu þetta mál og mun gera svo sennilega þangað til að svæðaskipulag fyrir dummies kemur út Austurlands. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er ennþá laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel Helgi. Forseti, það er búindagestir, já, það er margt hérna gott í þessu plaggi og ég held að þetta sé mörguleiti vönduð vinna, en sannarlega var það ekki ölluleiti, til dæmis það stakk mig mjög sem formann heimastjórnar og Djúpavogi þegar stóð í plagginu. Einnig hefur verið horft til heilsársvegar Öxi þegar að útboðið var hafið hjá Vegagerðinni. Það er náttúrulega einhvers konar, ég veit það ekki, kannski verið að miðla svona óboðslega málum á milli ólíkra sjónarmiða, ég veit það ekki. En hérna, sumt í nálguninni rímaði heldur ekki mjög vel við svona mína framtíðarsýn. Mér fannst plaggið það sem ég náði að skilja. Ég hafi svolítið svona, já, höldum bara áfram að gera það sem við höfum verið að gera. Förum við meiri inn og meiri förum ekki að reyna að vera eitthvað annað en við erum. Í staðinn fyrir að vera með einhverja metnaðarfulla, en þetta er ekki slæmt plagg, það er bara svona aðeins hugsunarhátturinn svona, já, takk. Takk fyrir þetta Helgi. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs undir þessum lið. Ég ætla að lesa tillöguna aftur eins og hún liggur fyrir. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að tillaga svæðisskipulagi Austurlands 2022-2044 verði auglýst í samræmi við 24. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 15. greinar laga umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021 að teknu tilliti til niðurstaðna svæðisskipulagsnefndar Austurlands á fundi hennar 28.4.2022 og að undangenginni athugun skipulagsstofnunar samkvæmt 3. málsgrein 23. greinar skipulagslaga. Þeir sem eru þessari tillögu sammála, vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru á móti, það er enginn og það verður fært til bókar að Þröstur satt hjá. Við erum þó komin að lið 11, erindisbréf ungmennaráðs. Það liggur fyrir bókun frá fundi ungmennaráðs Múlaþings dagsett 24.3.2022 þar sem lagðar eru til breytingar á erindisbréfi ráðsins og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings þakkar góðar ábendingar framkoma í bókun ungmennaráðs dagsett 24.3.2022 og vísar því til skrifstofustjóra að erindisbréf ungmennaráðs verði uppfært samkvæmt framkomnum tillögum að undanskildum 2 atriðum. Með vísan til almennra ákvæða í erindisbréfum ráða á vegum sveitarfélagsins sér sveitarstjórn ekki ástæðu til að gera breytingu varðandi umfjöllun sveitarstjórnar og fundargerðum ungmennaráðs. Hvað varðar fjölda funda ungmennaráðs þá taka þeir meðal annars mið af starfstíma skólastofnana í sveitarfélaginu og telur sveitarstjórn því ekki ástæðu til að gera á því breytingu. Orðið er laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs og því ber ég tillöguna undir fundinn. Þeir sem eru henni sammála vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru á móti, það er engin, hún telst samþykkt samhljóða með handauppbreytingu. Þá voru við komin að lið 12, byggðakvóti Múlaþing. Það liggur fyrir bókun frá fundi heimastjórnar Borgarfjarðar dagsett 9.5.2022 varðandi byggðakvóta í Múlaþingi. Og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Borgarfjarðar varðandi mikilvægi þess að útgerð á staðnum og starfsemi henni tengd
verði tryggð frekari fótfesta með sértækum byggðakvóta. Sveitarstjóra í samráði við heimasveit Borgarfjarðar falið að óska eftir formlegum viðræðum við Byggðastofnun málið. Orðið er laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Eyþór. Já, forseti og fundafólk. Þegar við byrjuðum í heimastjórn Borgarfjarðar þá var þetta eitt af þeim málum sem við vildum setja á oddinn og koma í einhvers konar farveg. Við höfum meðal annars fundað með Byggðastofnun þetta og það er sem sagt engin sértækur byggðakvóti laus til umsóknar, en þau sögðu hvött okkur hins vegar til þess að sækja bara sjá hvernig það færi í þetta ferli sem þetta er. En það er sem sagt svo að á Borgarfirði kemur engin sértækur byggðakvóti og lágmarks almennu byggðakvóti. Þetta er sitt hvort stofnunin sem útdeilir þessu, að Fiskistofa sem deilir almennum byggðakvóta og Byggðastofnun sem útdeilir sértækum byggðakvóta. Og samtals fær Borgarfjörður 15 tonn í almennan byggðakvóta sem er bara alveg eins lítið og það má vera. Og við gagnrýndum og höfum gagnrýnt á Borgarfirði að sem sagt að pláss sem að fellur undir skilgreiningar stofnunar að teljast brothætt byggð, og þau buðu borgkunningum að fyrra bara að taka þátt í því verkefni, falli ekki undir skilgreiningar sömu stofnunar varðandi útdeling á sértækum byggðakvóta. Og í þessum samanburði í þessu samhengi ætlaði ég að segja, þá má velta fyrir sér sem sagt eins og þegar að Bakkafjörður fór inn í þetta verkefni, brothættar byggðir, þá fylgdu því 500 tonn af sértækum byggðakvóta. Ætlaði ég að segja eitthvað meira? Ég man það nú ekki alveg. Ég láti ekki bara duga í bili. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Orðið er laust. Fleiri kveða sér ekki hljóðs og því ber ég tillöguna undir fundinn. Þeir sem eru henni sammála vissanlega skeiði merki. Þeir sem eru á móti, það er engin, og hún telst því samþykkt samhljóða með handauppréttingu, og við erum þá komin að lið 13, sveitarstjórnar og heimastjórnarkosningar 2022. Það liggur fyrir tillögu skipun fulltrúa í kjörstjórn á Fljótsdalshéraði og Seyðisfirði vegna forfalla. Og eftirfarandi tillaga liggur frammi: Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að Guðný B. Kjartansdóttir verði skipuð varamaður í kjördeild 1 vegna heimastjórnar á Fljótsdalshéraði í stað Elsu Guðnýjar Björgvinsdóttur, og að Guðjón Már Jónsson verði skipaður varamaður í kjörstjórn á Seyðisfirði í stað Sigríðar Heiðdal Friðriksdóttur. Orðið er laust undir þessum lið. Það kveður svo engin hljóðs og ég ber tillöguna því undir fundinn. Þeir sem eru henni sammála vinsanlega skeiði merki. Þeir sem eru á móti, það er engin, og hún telst samþykkt samhljóða með handauppréttingu. Og þá erum við komin að þeim stað í dagskránni þar sem eru skýrslur heimastjórnar, og ég gef Eyþóri Stefánssoni, formanni heimastjórnar á Borgarfirði, orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Forseti og annað fundafólk. Við héldum síðasta fund, eða frá síðast sveitarstjórnarfundi héldum við síðasta fund heimastjórnar Borgarfjarðar núna síðastliðinn mánudag, og þar tókum við nokkuð mál á dagskrá sem mig langar aðeins að reifa nokkur þeirra. Við fengum sem sagt minnisblað frá Vegagerðinni varðandi fyrirhugaðar hafnarframkvæmdir. Þar var tekið aðeins breytingum sem var. Við funduðum með Vegagerðinni, siglingasvið Vegagerðina þar að segja, og nú er sem sagt planið að fara í dýpkun hafnarinnar sem er búið að bjóða út og gerist bara á næstu misserum, og fjarlægður leið sýslumannsboðin. Það hefur verið fallið frá hugmyndum að lengja Skarfaskersgarðinn sem að taldi þurfa, en reiknilíkun Vegagerðarinnar töldu sig geta náð sama árangri með auðveldari hætti, sem fólst í að setja tunnu við garðsendan, og þeir sem þekkja til þá var verið að meina að setja bara aðra tunnu
við hlið tunnunar sem inn í höfninni, innsiglingunni núna. En svo stendur til að setja upp nýja löndunarbryggju, stytta núverandi löndunarbryggju, þannig að það sé hægt að lengja það sem kallað hólmabryggja og auka viðlegupláss. Svo tókum við fyrir annað mál sem snýr að útibúi Landsbankans á Borgarfirði. Nú ljóst að starfsmaður bankans að hætta sökum aldurs og við vorum að fara á þessa leit við Landsbankan að þeir myndu auglýsa starfið. Og í því samhengi langar mig að nefna svona þau viðbrögð sem er svona heyrt af, að það sé svona ekkert búin að ákveða hvort að gera og menn séu búin að ákveða að koma engin umsókn. Og í því samhengi langar mig að nefna að það var eiginlega sama tilfelli með stöðu hjúkrunarfræðings á Borgarfirði hjá HSA, að þegar við báðum að það hafði ekki verið auglýst í nokkurt skeið og þegar að brotata biðverkefnið fór þessu leit við HSA að það yrði auglýst þessi staða, þá komu 2 umsóknir. Þannig að svo tókum við á dagskrá málefni Fjarðaborgar. Það komin sem sagt ákveðin hugmynd að breyta, ég ætla ekki alveg að segja skipta kúrs en að breyta aðeins. Það var komin hugmynd að aðeins praktískari lausn sem felst í því að setja utanáliggjandi lyftu og stigahús inn í kverkina þar sem gengið inn baksviðs. Þannig að þú myndir ganga inn lyftuna til móts við fatahengið cirka, svona fyrir þá sem þekkja til í húsinu. Þetta hefur eins og það í för með sér að aðalinnggangurinn á efri hæðina þyrfti að vera að aftan, svona sem við myndum kalla heimamenn, og eins þyrftu einstaklingabundnir í hjólastól að nota þann inngang þegar farið væri inn á aðalhæðina. Og þar sem maður nú kosningabaráttu og nýbúinn að sitja á fundi á Öryrkjabandalaginu málefni fatlaðs fólks, þá hafði maður vit á því að vísa þessu til aðgengisfulltrúa og samráðshóps málefni fatlaðs fólks. Svo tókum við strandveiðarnar. Okkur þykir miður að ekki hafi verið hægt að tryggja 12 daga út tímabilið. Það liggur ljóst fyrir að sá kvóti sem við veittum til strandveiðana ég ætla næstum að fullyrða að hann mun ekki duga út ágúst, og það miður að úr því að það var ekki hægt að tryggja 12 dagana eða 48 dagana út tímabilið, að það skildi þá ekki vera pottaskipt landinu eða einhvers konar önnur útfærsla þannig að þetta nýtist öllum landshlutum jafn vel eða sem jafn best. Að lokum langar mig að segja að ég horfi svona aðeins yfir þetta verkefni, að þá einsettum við okkur í heimastjórn Borgarfjarðar að við hafa siðlíkt og tíðkaðist í hreppsnefnd Borgarhrepps að koma saman með bókanir og miðla málum þar til allir varu jafn sáttir eða jafn ósáttir. Við einsóttum okkur jafnframt að láta heimastjórnina vera fyrirbæri í stjórnsýslu Múlaþings sem þyrfti að bregðast við. Við værum ekki bara að taka það fyrir sem að okkur var rétt, heldur vildum við láta stjórnsýsluna bregðast við okkur og láta til okkar taka. Og það sem ég persónulega er stoltastur af varðandi mál sem við höfum knúið fram var að eftir 20-30 ára ströggl borgfirðinga tókst að ná því fram að loka margum töluðum skáp sem var ekki síst fyrir tilstilli heimastjórnar og margra annara sem hafa lagt þeirri baráttulið. Og að lokum vil ég þakka Öldumanni Kristinsdóttur, Ólafi Arnari Hallgrímssyni fyrir frábært samstarf og kýs svo að lokum alla kjósendur Múlaþings til þess að nýta kosningaréttin helgina. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Þá komið að formanni heimastjórnar á Djúpavogi, Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, já, við héldum fund 2. maí. Fyrir var tekið meðal annars bókun frá umhverfissviði í sambandi við hestaíþróttir, félagi hestaíþróttir og við beindum því
tilbaka að skoða mögulegar staðsetningar nánar inn á sviðið, ekki til nefndarinnar. Við bókuðum umgengnismál og bendum því bæði til íbúafyrirtækja að taka til og fegra á sinn bæjarins. Það er alveg ástæða til. Við bendum því jafnframt til byggðarráðs að koma upp geymslusvæði til útleigu fyrir dót og alls kyns muni sem geymdur eru utan lóða, og ásamt því að taka sortmóttak kunni verði gerð fái aukið vægi og verði tekið til í því eins og lög kveða á um. Við fjölluðum sjálfsafgreiðslustöð N1 og nauðsyn þess að henni verði fundin ný staðsetning fjær íbúðabyggð. Og svo fjölluðum við umsögn hvort að skólpreinsistöð þurfi að fara í umhverfismat. Og þetta er ótrúlegt mál. Skólpreinsi stöð sem ákveðið var í tíð sveitarstjórnar á Djúpavogi að fara í framkvæmdir, það var boðið út og núna vorum við að fá beiðni það að hvort okkur finnist að málið ætti að fara í umhverfismat. Okkur fannst það ekki reyndar. Svo langar mér líka til að þakka fyrir að fá þann heiður að fá að vera formaður heimastjórnar á Djúpavogi þessa mánuði sem ég hef verið. Það hefur verið alveg ómetanlegt að fá að kynnast þessu samfélagi og ég ætla líka að játa það á mig að þetta var svolítið stórt verkefni fyrir mig að koma þannig inn fyrir 6 mánuðum án þess að vera inn í nokkrum málum og þekkja engin ættatengsl eða neitt á Djúpavogi, sem er vissulega bæði gott og slæmt. En ég ætla að þakka þeim hinum sem með mér sátu í hrútagruppunni, heimastjórn á Djúpavogi og já, takk fyrir. Takk fyrir þetta Helgi. Þá komum við að formanni heimastjórnar á Fljótsdalshéraði, sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson til svo vel. Já, forseti og gott fundafólk. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs hefur haldið eitt fund frá síðasta fundi í sveitarstjórnarna 13. apríl og þar voru 16 mál á dagskrá. En svona auk þess sem að sjá má að fundagerðinni var kannski fara sérstaklega yfir það sem var fjallað fundaröð heimastjórnar í dreifbíla á Fljótsdalshéraði og afrakstur þeirra. Það voru líflegar umræður á þessum fundum og komu fjölmargar gagnlegar ábendingar fram. Það er mikils virði og sýnir mikilvægi þess að rækta samráð við íbúa sveitarfélagsins um málefni þess, þjónustu og fleira. Heimastjórnin hefur komið afrakstri fundan og ábendingum í farveg til skoðunar og úrlausnar ýmist hjá viðeigandi sviðum eða til frekari umfjöllunar í stjórnkerfi Múlaþings, og þá á ég kannski einkum við þessi stærstu mál sem komu fram á fundunum og komu bara mjög skýrt fram á öllum fundunum og brenna á íbúunum í dreifbýlinu, og það eru samgöngurnar og vetrarþjónustan, það eru fjallskilin og það er sorpbyrða. Þessi mál eru svona eiga það sammerkt að vera bara mjög ofarlega í hug og þetta er mjög þýðingamikil mál fyrir framtíð dreifbýlisins, en síðan var þetta töluvert mikil mál að fjöldi þarna annar og það er svona skoðun heimastjórnarinnar að næsta heimastjórnar hún þurfi að taka þessi mál og fylgja þeim síðan eftir en annað komi til annara nefnda í stjórnkerfinu til
úrlausnar. Og það var almenn ánægja með fundin og mikilvægt að festa reglubundna fundi í sessi í framtíðinni sem vonandi verður ekki vörðuð við líka hömlum og samfélagið hefur búið við á því tímabili sem er enda. Fundirnir eru mikilvægi til samráðs við íbúa og þannig mikilvægt hreyfiafl til umbóta. Fundirnir voru vel sóttir og þakkar heimastjórnin þeim fjölmörgu íbúum sem sóttu fundina fyrir þátttöku þeirra. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Þá komið að formanni Heimastjórnar á Seyðisfirði, Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góða fundamenn. Það var engin fundur haldið hjá Heimastjórn á Seyðisfirði. Það voru ekki mál sem lágu fyrir og við fórum yfir það og það var ekki þörf á því að taka ákveðin mál fyrir, sem engin mál sem við þóttum þurfa að kalla til fund. Okkur fannst málin bara í þannig farvegi en mér langar að koma inn á mikilvæga þætti sem við verðum að halda á lofti. Fyrsta lagi er það Fjarðarheiðargöng. Við náttúrulega verðum öll að standa vörð Fjarðarheiðargöng, að þau fari í útboð í ár og verkáætlun haldi sér. Það má náttúrulega ekki sýna neitt slaka og við erum öll í takt við það að fylgja eftir þessari mikilvægu uppbyggingu. Þessi samgöngubót er gríðarlega mikilvæg fyrir allt svæðið. Austurland er eitt atvinnu- og þjónustusvæði og mikilvægir fólksflutningar og vöruflutningar fara þarna gegn sem við verðum að tryggja allan ársins hring ásamt greiðri leið íbúa sem fara þar yfir. Svo má koma náttúrulega inn á íbúðakjarnan sem við vildum að væri náttúrulega löngu byrjar framkvæmdir við. Það er náttúrulega eðlilegt að fólk sé uggandi yfir því að það sé ekki byrjað á framkvæmdum. Og margir halda að sveitarfélagi sé að í rauninni að draga lappirnar í því máli en það er alls ekki þannig. Það er ákveðið stofnframlag sem fer frá sveitarfélaginu og það meiri sem búið að greiða hluta því. En næsta skref er bara að framkvæmda aðilarnir fari í gang. Björn hefur verið í miklu góðu samtali við þessa aðila að ýta á eftir þeirra verkefnum sem þeir hafa hér hjá sveitarfélaginu. Og það hefur bæði verið þær framkvæmdir sem er í Selbrún á Egilsstöðum og þessar framkvæmdir á Seyðisfirði og svo einnig á Djúpavogi. Fólk náttúrulega tók eftir að þeir voru loksins að fara af stað í Selbrúninni og það er ánægilegt, mjög ánægilegt og við vonum bara og við munum beita miklu aðhaldi að þeir fari af stað víðar í sveitarfélaginu þar sem þeir eru við það að fara af stað. Einnig má nefna mikilvæga húsnæðisuppbyggingu hjá Bríet. Þeir ætluðu náttúrulega vera löngu farnir af stað í íbúðaruppbyggingu á Seyðisfirði. Þeir voru auðvitað að skipta lóð og eftir því sem að best veit er að þessa framkvæmdir sé að fara af stað en auðvitað er fólk uggandi yfir að þetta sé ekki farið af stað. En treysti byrni til þess að halda áfram að vera sína aðhald og ýta á eftir í þessum framkvæmdum eins og hann er að gera. Það er mikið samtal þarna á milli. En svo er eitt í viðbót varðandi Herðubreið. Auðvitað átti að fara í klæðningun utan að Herðubreið en það er enn eitt að ekki fékkst neitt verktaki að taka það af sér og mikilvægt að skoða hvað sé hægt að gera í því máli. En það eru sem sagt, það er margt sem að brennur á íbúðum og mikil uppbygging í gangi. Það er mikið og gott starf sem hefur verið unnið í uppbyggingu á Seyðisfirði. En þetta eru svona aðal svona málefni sem við verðum að halda áfram að halda á lofti og ýta í gegn alla leið sem fyrst. Mér langar bara að koma hérna upp og stikla á þessum málum, mikilvægum málum sem við verðum að halda á lofti og vinna áfram af krafti. Og svo vil ég bara þakka fyrir mig og gott samstarf í heimastjórn á Seyðisfirði.
þakka þeim Óla Sig og Rúnari og Öllu fyrir afar gott samstarf og þann heiður að hafa verið formaður þessarar nefndar. Takk fyrir. Takk fyrir. Þá eru komnar skýrslur frá formönnum allra heimastjórna og nú tekur við umfjöllunum liði 15 til og með 26. Þetta eru fundargerðir og eins og áður þá minn ég sveitarstjórnarfólk á að tilgreina hvaða málsnúmer það tekur til máls undir. Orðið er laust. Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið orðið. Forseti, gott hundafólk. Það er liður 21, 44. Fundargerð fjölskylduráðs, liður 5 þar undir. Það varandi fundargerð sem að starfshópur móttöku flóttafólks lagði inn til fjölskylduráðs að reyni leggja þann hóp niður tímabundið. Við langar bara svona aðeins að gera grein fyrir því að eins og höfum sem farið kannski yfir áður hér að og við vissum þannig alltaf þegar að fara í þetta verkefni að það var rauninni á brattan að sækja hvað varðar verkefnastöðu á sviðinu og sem var meðal annars ástæðan þess að það dróst rauninni þessi hópur færi af stað. Síðan gerist auðvitað að hlutir hérna í millitíðina að við fáum enn meira álag af flóttafólki frá Úkraínu, þannig að þetta var bara mat starfsmanna og fræðslustjóra að setja henni hópa aðeins í salt í bili, en eins og kemur fram í bókunni þá leggjur fjölskyldur til að nýr hópa verið skipaður þegar aðstæður skapast. Þannig að það er að gera grein fyrir þessu. Takk fyrir þetta, Elvar. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Forseti, ágæti fundamenn. Í samhengi við það sem Elvar Snær kom inn á áðan, þá finnst þetta ekki alveg nógu gott því við biðjum rosalega lengi eftir að þessi vinnuhópi fari af stað og ég hitti eiganda Iða í gær og fór aðeins yfir málum með honum. Það eru að minnstakosti 250 flóttamenn frá Úkraínu á leiðin til okkar og ég held að þessi full þörf fyrir þennan vinnuhóp til þess að undirbúa þann farveg vel í samstarfi við ríkið. Það er afar mikilvægt og við höldum vel utan málefni þessa fólks þegar þau koma til okkar. Ég ætla líka að ræða fyrsta lið í fundargerð fjölskylduráðs númer 43. Það eru húsnæðismál tónlistarskólans á Egilsstöðum. Við erum líklega öll meðvituð um það að tónlistarskólinn býr við afar mikil þrengsli og í raun og veru aðstöðuleysi og mér langar að beina því til okkar allra sem að munum halda áfram í nýja sveitarstjórn að taka þetta mál föstum tökum og vinna það áfram núna næstu misseri. Þetta er mál sem við þurfum að leggjast yfir á samt húsnæðismálum grunnskólana á Seyðisfirði og Djúpavogi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti, annað fundafólk og svona rétt aðeins út af þessu með vinnuhópin. Ég ætla nú ekki að fara í þann liðin reyndar en vinnuhópin flóttamannamálk. Ég bara minni á það þegar þetta kom upp á sveitarstjórnarfundi sem var haldinn á Borgarfirði. Ég held að það var síðasta ári einhvern veginn en maður rétt að þá dró ég mjög í efa að þessi vinnuhópur væri tímabær
og nú er rauninni það komið á daginn að það er bara ekki afl til þess að halda honum saman. En ég ætla nú ekki að gera landmál úr því. Hins vegar ruglaði sveitarstjórnarfulltrúi Hildur mig hér aðeins í rýminu vegna að ég ætlaði einmitt að fjalla þetta sama mál og hún, en ætlaði að gera það í kannski mínu seinna tækifæri til þess að, en ekki því fyrra. En vegna þess að hún nefndi þetta þá ætla ég að fara þangað. Sko, þetta er þá 19. umhverfisfund, þetta er semst númer 19, umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings, númer 54. Þar undir liði 5, húsnæðismál tónlistarskólans á Egilsstöðum. Sko, tónlistarskólinn á Egilsstöðum hefur verið á húsnæðishrakhólum í áratugi. Hann var það meira að segja þegar ég var krakki, sko, þó ég hafi reyndar aldrei farið í tónlistarskóla. Hefum sannlega aldrei komist í gegnum hann. En sko, ég gerði mér ferð þarna einhvern tímann fyrir ekki alls löngu og skoðaði aðstæður. Þarna eru nokkrar stofur sem ágætar inn í grunnskólanum, en aðrar afleitar, gluggalausa kytrur, loftræstingin í ólagi, kennari nær yfirliði vegna loftleysis þarna einhvern tímann og svo framvegis. Og sko, við megum ekki gera lítið úr tónlistarskólanum okkar. Það er, sko, margar rannsóknir sýna fram á það að tónlistarnám ungmenna er mjög mikilvægt, bæði vegna lífsgæðar í framtíðinu og eins þroska. Og við verðum að horfa til þeirra, jafnvel þó að tónlistarskólarnir séu ekki lögbundnir, en sveitarfélagi gerir margt sem er ekki lögbundið og ég held að þetta sé eitt af því almikilvægasta sem að sveitarfélagi gerir ólögbundið. Og ég las þarna greinargerðina hennar Sóleyjar Þrastardóttur skólastjóra og beinina á þetta, mér finnst hún bara mjög tímabær og það eru margar slíka beini búin að koma oft og þetta hefur einhvern veginn aldrei komist á koppinn. Einhverjar tillögur eru til staðar, það er ekki farið í þær út af kostnaði og svo framvegis og bara til þess að leggja áherslu á þetta mál og ég vona að sveitarstjórnarfulltrúi Hildur sem er sammála í þessu, þá ætla ég að bóka við þennan lið og bókunum hljóðar þannig: tónlistarskólinn á Egilsstöðum hefur verið í húsnæðisrakhólum í áratugi. Tónlistarskólinn á Seyðisfirði, vöggum menningar í Múlaþingi, er hýstur í gám út á plani. Tónlistarmenntun er mjög mikilvæg og rannsóknir hafa margoft sýnt fram á mikilvægi hennar fyrir þroska og lífsgæði barna og unglinga. Því legg ég áherslu á að Múlaþing seti sér tímasett markmið framkvæmdir leysa húsnæðisvanda tónlistarskóla í Múlaþingi til framtíðar. Leita verið nýrra leiða til byggingar vandaðs húsnæðis með minni tilkostnaði en tíðkast hefur, svo sem einingarhúsa og rekstrarleigu í stað eignarhalds. Takk fyrir. Takk fyrir. Þetta var sérstör sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Forseti, ágætu fundarmenn. Þetta er fundur umhverfis- og framkvæmdaráðs númer 52 og þetta er liður 2, Gamla ríkið á Seyðisfirði. Þetta er mál sem að ég hefur legið á mér lengi. Þetta er hús sem hefur verið í niðurníðslu og liggur fyrir skemmdum, hefur verið niðurníðslu líklega í 15 ár, eitthvað það. Sumarið 2020, ef ég man það rétt, þá fengust 100 milljónir frá fjármálaráðuneyti til þess að láta gera þetta hús upp. Við vorum búin að vera með hugmyndasamkeppni, það sem var búið að velja hugmynd, það sem var 2 fjölskyldur, þar af 2 iðnaðarmenn, ætluðu sér að flytja í bæinn. Við erum búin að missa því tækifæri og mér langar til þess að skora á okkur að setja skrið í þetta verkefni, gera þetta hús upp og gera því þau skil sem að þetta hús og þetta svæði á skilið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helgi. Já, langar nú að byrja að taka undir með Hildi þetta síðasta mál, sko, með ríki og Seyðisfirði. Ég held að það sé bara nauðsynlegt að við
spýtum í lóana með þetta verkefni. En það náttúrulega verið að þarf að spýta nokkuð oft í lóa á Seyðisfirði með flutning og uppbyggingu gamalla húsa. Svo það hérna liður fundur 21, það sem að ekki 7. liður með hérna móttöku flóttamanna. Það sé ekki 50 liður. 50 liður, móttöku flóttamanna. Þetta er hérna pínu sorglegt mál. Það var mikill hugur í okkur á fundi á Borgarfirði, það var minn fyrsti fundur. Ég man vel eldræðu forseta bæjarstjórnar þetta mál. Mér finnst það sorglegt að við séum stöddar að hérna ætlum að leggja niður hópinn þegar við vitum að nú stendur til að fara að taka við flóttamönnum. Ég geri mig grein fyrir því að það þröngt mannskap á sviðinu, en við gerum okkur líka grein fyrir því að hið opinbera segist borga allt í þessu. Auðvitað áttum við bara að bæta við fólki. Hið opinbera segir sko að hérna móttaka flóttafólks sé greitt af ríkinu. Og við getum ekki farið á stað af því að við höfum ekki mannskap til þess að það er bara ekki góð nálgun. Það getur vel verið að við þurfum að leggja hann hóp niður, en þetta er sorglegt, finnst mér. Og svo vona ég bara að okkur beri gæfa til þess að standa vel af því ef að af þessu verðum með eða. Takk. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Eyþór. Já, forseti og fundahólk. Það undir sama lið, sama mál. Ég tek undir orð Helga Hlyns og mér finnst þetta furðu sæta með hennar starfshóp af hverju hann komst ekki á laggirnar, því að það nú svo að fyrir átökin í Úkraínu það voru alveg flóttamenn víðsvegar í heiminum og af hverju við létum ekki eitthvað gerast í þessu. En það sem ég langar líka að velta fyrir mér og kann að vera að þetta sé heimskuleg spurning, en er það virkilega svo að fagráðin geti ógilt ákvörðun sveitarstjórnar og lagt niður starfshóp sem sveitarstjórn ákvað að skipa? Það er bara svona almenns eðlis því að sveitarstjórn tekur þarna ákvörðun að vilja skipa það í hana starfshóp og svo leggur fagráðið það niður. Ég hélt að sveitarstjórnin væri æðsta valdið í Múlaþingi. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Elvar. Forseti, ágæta fundahólk, bara rétt aðeins að þessi hópur það var eftir 21. lið, 5. lið undir þar undir. Þessi hópur var settur á laggirnar, það var ákveðin að setja á laggirnar töluvert fyrir stríði sem nú geisar og það var gagngert til þess að taka á móti svokölluðu kvótaflóttafólki. Múlaþing nú þegar að taka á móti flóttafólki frá meðal annars frá Úkraínu sem hefur aukið álag á sviðið. Þannig að og við vissum það, eins og ég kom inn á það, við vissum það að við værum að bæta mikið á sviðið sem væri þegar drauknum verkefnum. Það eru 3 starfsmenn í langvarandi veikindaleyfi á sviðinu. Þannig að
að það er bæta sko, þetta er ekkit sko, það er ekki verið að tala um að þetta er verkefni sem eigi ekki að gera, heldur þetta er eins og sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson benti á hann að það er kannski ekki tímabært að gera núna. Þetta er ekki spurning um sparnað, sko nú þegar er Múlaþing að útvista sálfræðiverkefnum til verktaka, af því að við fáum ekki sálfræðinga til okkar. Þannig að það er margt svona og þetta snýr ekki um einhvern einn þátt eða tvo þætti, þetta snýr auðvitað öllum þáttum, skólum og íbúðarhúsnæði og þetta er svo víðtækt sem að þarf að fara, verkefni sem þarf að fara í. Þannig að ég held að bara hlustum á starfsfólki sem að leggur til að leggja niður í bili og gera það þá bara betur þegar tækifæri gefst. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið um orðið, ekki svo vel. Forseti, góðu fundarmenn, þetta er sami liðurinn. Mér verður aðeins hugsa til þess þetta mál. Þetta er í rauninni tvennt. Það er náttúrulega fyrir löngu síðan var ákveðið að stofna starfshóp til þess að við værum öflugir í því að taka á móti flóttafólki, sem er mjög gott. Þetta eru náttúrulega einstaklingar sem voru skipaðir í nefnd og þeir þurfa náttúrulega að, það var óskað eftir því á vegum ríkisins að þeir sem eru sérfræðingar þessu máli myndu vera í samskiptum við nefndina og upplýsa hana mikilvægi þess, eða allt í kringum það að taka á móti flóttafólki. En eins og ég skilði þetta, að þá út af stríðinu, Úkraínu, þá höfðum við bara ekki tím í það. Þannig að þess vegna var þetta sett á hold. Svo erum við með þetta verkefni að við erum að taka á móti gríðarlegum hóp og við megum ekki missa sjónar á því. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, er í góðum samskiptum, endalausum samskiptum við ríkið. Við ætlum að taka þetta verk að okkur. Það er ekki spurning. Og í góðu samtali við staðarhaldara á Eiðum og þetta er bara frábært verkefni og nú veit ég ekki alveg fjöldan af fólkinu sem eru koma en þetta er alveg, þetta er bara einstakt tækifæri fyrir okkur að standa vel að málum þarna og það gerum við og í samstarfi við félagsþjónustuna og ríki ætlar að koma á kostnaði og við sjáum ekkert annað en bara lausnir og við ætlum að lenda þessu máli. En svo er alltaf verið að tala um þessa nefnd sem átti einhvern tímann að stofna, hún er bara ekki tilbúin faglega í að taka á móti þessu, við erum bara með annað fólk í því að vegum félagsþjónustuna, þannig að ég hugsa að koma alveg örugglega fram í ræðu hjá sveitarstjóra hér á eftir hvernig mál standa, þannig að við séum alveg með á hreinu, en ég er mjög stolt af því að við erum að gera mjög vel í þessu málum, en auðvitað hefur þessi nefnd sem átti fyrir löngu að taka starfa svona þessi almennu erindi að við gætum tekið vel á móti þeim, að auðvitað á hún að fara í gang, en sökum Anna út á þessu máli og þá eins og ég skil þetta, að ríkið, þeir höfðu bara ekki tíma í að taka einhverja nefnd og fara að fræða hana, en auðvitað eigum við að gera vel í því máli, en ég skil þetta svona á tvennan hátt og við séum að gera vel og séum að góðu samtali og hlakka verulega til að taka vel á móti þessu fólki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel Hildur. Forseti og ágæti fundarmenn. Ef við förum aðeins yfir máli frá byrjun, þá var það samþykkt í 9. september ef ég man dagsetninguna rétt í sveitarstjórn. Settur eru saman vinnuhópur í fjölskylduráði sem myndi undirbúa og svona greina getu Múlaþings til þess að taka á móti flóttafólki, einfaldlega vegna þess að við höfum ekki verið að standa okkur þar, þannig að það er í raun og veru ekkert sem við getum verið stolt af eins og staðan er í dag. Þeir flóttamenn sem hafa verið að koma hingað á svæðið er að koma til ættingja sem bjuggu hér fyrir og það er frábært. En við þurfum að vera undirbúin þegar að þessi hópur, 250 manns að minnsta kosti, ég var bara að tala við eins og ég sagði hér áðan, við eiganda Eiða bara síðast í gær og hann er klár í þetta verkefni en sveitarfélag þarf líka að vera það.
Í allt haust þá var ég í sambandi við Lindu Rós sem starfar í félagsmálaráðuneytinu, heldur utan málefni flóttafólks. Hún var sífellt að hringja í mig, hvenær eru þið tilbúin? Hvenær er sveitarfélagið tilbúið? Það gerðist ekki neitt. Þannig það er ekkert sem við getum verið stolt af, en við getum bætt úr því. Og ég bara vonast þess að við tökum vel á móti þessu fólki og höldum vel þau mál og Björn gerir hér væntanlega grein fyrir því hér á eftir. En þetta er vont mál með þannan starfshóp. Var aðtjóð hvort að við hefum getað fengið liðstyrk frá ríkinu, því ég veit að það er alltaf full í félagsmálaráðuneytinu að liðsinja leiðbeina og liðsinja sveitafélögum í þeirri viðleitni sinni að vera tilbúin til þess að taka á móti flóttafólki, því þörfin hefur aldrei verið eins mikil og nú. Takk fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið maður, ekki svo vel, Berglind. Forseti, góðu fundarmenn. Ég er bara ekki sammála því að við getum ekki verið stolt af okkar skrefum sem við höfum tekið. Það sem ég horfi á, þetta er ennþá í rauninni tvennt. Þessi starfshópur sem átti að vera fyrir löngu komin, og ég er alveg sammála því að hann hefði átti að vera komin á fót, en það þarf að gerast faglega. Þess vegna skýringarna sem ég hef fengið er að frá félagsmálaráðuneytinu að þeir hafi ekki getað sett sig ekki haft tíma í að upplýsa þetta fólk og kenna því. Sko, málið er að ef við vorum ekki að tala um eyða, ef við vorum bara að tala um máli og geta tekið á móti flóttafólki, þá er þetta bara eins og sveitafélög er að díla við bara um allt land, að það er bara húsnæði skortur. Það sem er akkurat í hinu málinu upp og það sem við getum látið til okkur taka núna með flóttafólk er húsnæði og eyðin. Þannig að við viljum gera vel og þrátt fyrir við værum með hinn starfshópinn að það er gríðarlega erfitt af því að við höfum ekki eins og húsnæði fyrir fólk að flytjast hingað bara hvort sem þessi flóttafólk eða aðrir. Þetta er bara gríðarlegt vandamál. En auðvitað þarf síðan þessi almenna nefnd að koma, ég er alveg sammála því. En sögum þess að þessi stóru verkefni sem við erum að eiga við, þá hefur ekki verið hægt að vinna það faglega starf sem er nauðsynlegt. En við getum verið stolt af okkur og því verkefni sem er í gangi núna. Það er bara akkurat það sem er. Við erum klár í þetta verkefni, þetta stóra verkefni að taka á móti þessum stóra hóp. Og Björn er í góðum samskiptum við félagsmálaráðuneytið og þetta verkefni er að fara í gegn. Við getum verið með gistingu og skóla, íþróttastarf og frá öflugt fólk í þessum hóp sem vil starfa sem kennarar fyrir fólkið og félagsþjónustan að koma að, þannig að ég hef mikla trú á þessu og auðvitað Björn best inn í þessu og ég trú ekki að komi ræða hérna eftir stöðu mála bara í þessu verkefni og ég held að sé mjög mikilvægt að koma upp og fara yfir það. En takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Elvar. Forseti, ágætu hundafólk, bara til að bregðast við orðum sveitarstjórnarfulltrúa Hildar Þórsdóttur að starfsfólk sviðsins í Múlaþingi hafði samband við félagsmálaráðuneytið af því það kemur fram í erindisbréfi hópsins að fá fræðslu frá því og það kom fram í samtali við ráðuneytið að það sé sig ekki fært að veita okkur fræðslu í hópnum vegna einmitt álags við móttöku flóttafólks frá Úkraínu. Þannig að þetta er ekkert bara, þetta er eins og Berglind var að koma inn, þetta er bara mikið álag sem liggur á núna bæði ríki og félagsþjónustunni í Múlaþingi og því töljum við og starfsfólk sviðsins ekki tímabært að halda þessum hóp áfram en tekur upp störfi þegar að tækifæri gefst. Takk fyrir þetta, Elvar. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Forseti og ágæta fundafólk. Það er liður, já var það ekki 21.5 sem var að málefni flóttafólks. Skulum taka það fram að þetta hefur nú ekki komið inn á borð hjá þeim sem hér stendur en sérstaklega. En
ég held að sé nú rétt samt að halda því til haga að það er alveg ljóst að forsendur fyrir verkefninu hafa algjörlega gjörbreyst frá þeirri samþykkt sem að gerð var hér í sveitarstjórn á fundi í Fjarðarborg sem að framfór 8. september síðastliðinn. Og vegna þess sem að framkom í máli Eyþórs Stefánssonar sveitarstjórnarfulltrúa hérna áðan, ég nú áhugamaður um formalisma í varðandi afgreiðslu og ég held að það sé engin ástæða til að efast það að fjölskylduráð hefur ákveðið forræði á málinu vegna þess að afgreiðsla sveitarstjórnar á sínum tíma var að fela fjölskylduráði Múlaþings að skipa starfshópinn. Þannig að sveitarstjórn skipaði ekki starfshópinn, fjölskylduráði var falið að gera það og það var gert að beiðni fjölskylduráðs. Þannig að fjölskylduráðinu óskaði eftir heimild sveitarstjórnar til að gera þetta og ég líti þannig á það að fjölskylduráð hafi fullt forræði á málinu. Eins og ég sagði áðan þá hafa forsendur fyrir verkefninu gjörbreyst. Það var horft til þess að einmitt að taka á móti kvótaflóttafólki sem sannarlega var því miður engin skortur á. En með innrás Rússa í Úkraínu þá hefur vandinn aukist skart og ég held að sé bara rétt einmitt að endurmeta það hvar við erum stödd og hvað er skynsamlegast að gera í stöðunni. Og mjög skynsamlegt að skipa hana starfshóp ef að hugmyndin var að svona fara yfir bjargirnir okkar, athuga hvað við getum gert og vinna með ráðuneytinu því að hugsanlega taka við einhverjum skilgreindum hópi flóttafólks. Nú stöndum við bara frammi fyrir því að við munum taka við flóttafólki frá Úkraínu og ég held að það sé algjörlega réttlætilegt að breyta kúrs í þessu, þar að segja vegna þess að fjölskyldusviðið okkar stendur bara frammi fyrir þessu í dag. Ég er ekki viss að fjölskyldusviði sé einhver sérstakur stuðningur á því að hafa starfshóp sem skipað var í rauninni í öðrum tilgangi til hliðar. Ég hugsa að það geti frekar flækt verkefni ef eitthvað er. Ég hins vegar lít svo á að í því verkefni að taka á móti flóttafólki frá Úkraínu felist möguleiki fyrir sviðið til þess einmitt að læra býsna margt og ég vona það nú hjartanlega að staða mála í Úkraínu verði svo innan ekki mjög langs tíma að við þurfum ekki að sjá fram á að hýsa þetta flóttafólk hér lengi en þá eru kannski til staðar ákveðna bjargir, ákveðin reynsla sem við getum nýtt í áframhaldandi vinnu til þess að taka við fleira flóttafólki frá öðrum svæðum. Þannig að ég held nú að við lögðum upp í þetta með það í huga að það væri rétt og nauðsynlegt að Múlaþing tæki við flóttafólki. Múlaþing er að fara að taka við flóttafólki. Þannig ég held að allir bara geti verið sátti við stöðuna hvað það var. Við erum að fara að axla okkar ábyrgð. Ég ætla aðeins varðandi undir, það var nú eiginlega bæði undir 20. lið og 19. lið þar sem var fjallað húsnæði tónlistarskólans. Ég ætla að taka undir það er mikilvægt að vinna að því máli áfram. Þetta er að þeirri stærðagráðu, þetta gerist ekki í einu vettvangi en við erum með ákveðnar hugmyndir. Vegna þess sem framkom hjá Þresti Jónssyni hér á, varðandi möguleikana á því að byggja hagkvæmt, að þá bara, ég tek ekki undir þá miklu trú sem að sveitarstjórnarfulltrúinn hefur á því að það sé alltaf hægt að byggja ódýrt, sérstaklega ekki þegar þú ert með sérhæft húsnæði meðal annars til tónlistarkennslu, sem gerir bara kröfu ákveðna hluti, varðandi hljóðvist, varðandi aðstöðu. En það sem er mikilvægast ég mun aldrei geta fellt mig við það að tónlistarkennslan fari út úr grunnskólanum. Þannig að það er algjör grundvallaratriði að það húsnæði sem byggt verður sé tengt viðkomandi grunnskólanum. Þetta skiptir svo miklu máli varðandi skipulagningu skólastarfsins og það var algjör bylting á sínum tíma þegar tekið var svo ákvörðun að fara með tónlistarskólan inn í húsnæði grunnskólans og það hefur komið skólanum svo til góða að við erum eiginlega að súpa seyðið á því núna. Eins og nemendafjölgun hefur orðið svo mikil að við erum eiginlega búin að búa til þetta eigið vandamál. Það er að segja að það er svo mikil þáttaka í tónlistarnáminu að það þrengir að. Ég líka bara ítreka það er ekki hægt að tala hér eins og ekkert hafi verið gert á undanförnum árum. Þegar var ákveðið að fara með tónlistarnámið inn í grunnskólanum, þá var náttúrulega lagt töluvert í það að reyna að gera aðstöðuna eins góða og hægt væri, miðað við það að það hefði ekki verið, þetta húsnæði var ekki hannað fyrir tónlistarskóla. Og ef maður ætlar að fara að benda einhverjum fingurum, þá má kannski benda á það að það hefði náttúrulega hægt að gera það strax í upphafi. En það hefur verið brugðist við og skólastofum fyrir tónlistarkennslu hefur verið fjölgað, verið settur peningur í það, þannig að það er ekki eins og ekkert hafi verið gert. En við vitum alveg að það þarf varanlegri lausn
og umhverfis- og framkvæmdaráð hefur samþykkt að vísa þetta í gerða fjárhagsáætlunar að reyna að finna þessu verkefni stað, einhver staður í okkar langtíma áætlun. Þannig að við sjáum fram úr því hvenær við getum byggt húsnæði sem er þá hugsað bæði fyrir tónlistarkennslu og eins fyrir frístund, þar sem að kreppir svolítið að gagnvart Egilsstaðaskóla. Þá síðustu undir 16. liði varðandi Gamla ríkið og já, við finnst það dálítið sérstakt að Hildur Þórhallsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi komi hérna upp og tali eins og ekkert hafi gerst á Seyðisfirði síðan 2020 sem hefur haft einhver áhrif á framtíðar áfram hvort sem það eru fjölskyldur sem ætluðu að flytja hingað eða það að ekki sé búið að gera upp Gamla ríkið. Og ég ætla líka að rifja það upp. Samningurinn sem gerður var við ríkið var gerður áður en að sveitarfélögin sameinuðust. Meiri segja var undir að því býsna bráður bugur ef ég man rétt að gera þennan samning og takast á hendur þetta verkefni af hálfu þáverandi bæjarstjórnar Seyðisfjarðar. Og ég ætla að segja það, og það er mér persónulega skoðun, að þessi vondur samningur og Múlaþing fekk vonda meðgjöf í þessu verkefni með því að það væri búið að ganga frá þessum þessum hætti. En þess að 100 milljónurnar sem að hljómar kannski eins og mikið þegar þú segir það hér úr pontu, 100 milljónir í endurgerð Gamla ríkisins. Þetta er ekki nógu mikill peningur. Við vitum það bara, þetta er ekki nóg. Og þannig að við stöndum frammi fyrir því núna, sveitarfélagið Múlaþing, að reyna að klára þetta verkefni með ónóga fjármuni. Og það sem að meira púður hefur farið í það, einmitt að veltaði fyrir sér hvort þarna eigi að koma hugsanlega salkjaraverslun eða hvers konar starfsemi eigi að fara inn í þetta, frekar heldur en það að láta enda ná saman í verkefninu að endurgera húsi. Þannig að ég er ósáttur við það hvernig bæjarstjórn Seyðisfjarðar skilaði þessu verkefni af sér inn í hið sameinaða sveitarfélag Múlaþing og ég er ósáttur við það að Hildur Þórhallsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi komi hérna upp og láti að því liggja að það sé bara vegna þess að menn hafi ekki verið nógu duglegir að fylgja málunum eftir sem ekki búið að endurgera Gamla ríkið á Seyðisfirði. Takk fyrir þetta Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið um orðið. Það er enn einu sinni 21.5. Sko, já, þetta eru tvö aðskilin mál. Það sem að ég var að tala um var það að það leið hálft ár frá því að við ákváðum eftir eldræður í Fjarðarborg að við ætluðum að taka á móti flóttafólki á því hálfu ári og þangað til Rússar réðust inn í Úkraínu, þá gerðist ákvæmlega lítið. Og það er það sem ég er að gagnrýna. Eiðar er allt annað mál og það kemur ekki kvótaflóttafólkinu við. Ég gerir mér alveg grein fyrir að eftir að Rússar réðust inn í Úkraínu, þá hafði ráðuneytið ekki tíma til að uppfræða einhverja nefnd. En hún átti bara að vera löngu byrjuð. Við ákváðum það sameiginlega og við brunnum fyrir þessu verkefni. Ég meina, forsetinn náðu tárunum á mér, hann talaði svo fallega um þetta. En svo bara gerist það ekki. En að því sögðu, þá vona ég bara svo sannarlega að þetta verkefni á Eiðum náum fram að ganga og við gerum það sameiginlega af myndarbrag. Þetta ríkið á Seyðisfirði, ég man ekki hvaða liður það er. Þurfum við ekki að fara, hvort þetta voru sælkjaraverslun eða eitthvað annað. En við erum að tala á síðasta fundi í byggðarráðs var verið að tilkynna okkur með flutning á 2 öðrum húsum. Þurfum við ekki að fara svolítið í það að finna út hvað við erum að gera. Við erum að fara að gera upp Gamla ríkið og flytja hinn og þá vonandi að gera það upp eða einhverju leyti líka.
En hvað erum við að fara að gera? Erum við að fara, er þetta fjarvinnsla sem er að fara þetta inn? Er þetta allt hérna ísbúðir eða hvað ætlum við að nota þetta? Það er sko, og getum við fengið fjármagn þá inn frá þeim sem er að fara þetta inn? Það getur vel verið að þetta liggja allt ljóst fyrir einhvers staðar og hafi verið komið inn löngu áður en ég kom inn í sveitarstjórn. En mér finnst þetta að vera svolítið stofnmálaus. En takk. Takk fyrir þetta, Helgi. Forseti minnir sveitarstjórnarfulltrúa á að muna hvaða liðið þeir ætla að tala áður en stigið í pontu. En sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Eyþór. Já, forseti og annað fundafólk. Það er undir flóttamannaliðnum sem ég man ekki númerið á, ég biðst afsökunar. Já, sko, Helgi Hlynur kom nú inn á mjög margt sem ég vildi taka fram, sko, en sem ég langar að segja er, sko, það er ekki hægt að bera fyrir sig annir hjá ráðuneytinu í apríl, eða cirka apríl, fyrir afsökun fyrir því að það geti ekki aðstofa okkur á þeim tímapunkti vegna þess að það liðu einmitt 6 eða 7 mánuðir eða hvað það var frá því að við ákváðum á sveitarstjórnarfundi að fela fjölskyldur að stofna þennan hóp. Og það var ekki vegna þess að það skorti aðhald frá minnihlutanum vegna þess að fulltrúar L-listans í hið minnsta í fjölskylduráði óskuðu ítrekað eftir því að þetta mál yrði tekið á dagskrá fjölskylduráðs. Og það var aldrei hægt að koma því við af ýmsum ástæðum. Svo brestur á stríðið og allt er orðið, og þá er brjálað að gera í ráðuneytinu, en á þessu hálfa ári eða 9 mánuðir eða hvaða, nei, þetta var nú léleg stærðfræði. Á þessu hálfa ári þá var alveg svigrúm og tóm og tími til þess að mynda þennan hóp. En ég get alveg skilið það sjónarmið að það sé alveg rétt að þessi hópur, hann er kannski ekkert nauðsynlegur fyrir framgang verkefnisins móttaka flóttafólks frá Úkraínu og Eyðum. En það er það bara annað mál. Hérna er bara verið að gagnrýna þetta hálfa ár sem fór í nákvæmlega ekki neitt. Og það liði allavega 3 eða 4 ekki 5 fjölskylduráðsfundir frá því að fulltrúar L-listans óskuðu eftir að þetta er tekið á dagskrá. Þar til það var loksins gert. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Þröstur. Fundastjóri, gott fundafólk, það eru greinilega að koma kosningar og rembast menn við að toppa hvern annan. Ákveða mál, ég ætla nú ekki í þetta flóttamannamál frekar en það finnst mér það ágætlega rætt. Ég ætla aðeins fyrst í lið, það var 19 umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings, fundur 54, þar undir liður 5 húsnæðismál tónlistarskólans á Egilsstöðum. Sko, Stefán Bogi, sveitarstjórnarfulltrúi, kom hér upp áðan og taldi mig fara með fásinu varðandi það að var hægt að byggja ódýrar og skólinn þyrfti að vera sambyggður núverandi grunnskóla. Ég sagði ekkert það að hann ætti ekki að vera sambyggður núverandi grunnskóla. Ég var einmitt að tala það. Ég er að horfa á þennan reit sem hefur verið hort á þarna við suðurendan á skólan, þannig að þetta er einhver misskilningur hjá Stefáni, eða eins og hann sagði við mig hérna áður, viljaleysi til þess að skilja. Þannig að svo hennum skjótun út því bara tilbaka. En sko byggja ódýrt, hann talar hljóðvist og slíkt, ég vil bara nefna það að hér áður, að fyrr á kjörtímabilinu var mikið rætt skólan, leikskólan á Hádegishöfða fyrir ekki,
kostnað við byggingun á hann og þá kom þessi hugmynd upp hvort að í framtíðin við getum leitað annara leiða og ég fór í því sambandi og hafði samband við svona aðila í Noregi sem eru að byggja þessi einingús, eru að byggja skóla, grunnskóla, leikskóla og tónskóla, Stefán, þar sem tekið tillit til hljóðvistar. Þannig að mér finnst nú ekkert gott að skuli vera slegið á góðar hugmyndir sem má alveg athuga og kostar ekki neitt og hvet nú Stefán Boga sveitarstjórnarfulltrúa til þess að kannski leggjast á sveifina í þessu þarfamáli með okkur. Ég gleymdi aðeins sambandi við þennan lið áðan þegar við vorum fjallað hann að ég hvet til þess að allir það lendi ekki inn á borð hjá framkvæmdaraði þá að athuga með loftgæðisvandamál í skólanum á Egilsstöðum. Það hefur margt verið gert, það rétt hjá Stefáni Boga, en það þarf þarna lítið verkefni að laga loftgæði og við erum að setja pening í allsins þarfagreiningar og úttektir sem kostar meira en það að koma opnarlegu fæi á einhverja stofur eða öflugri viftur í loftræstikerfi þar sem opnarleg fög eru engin. Þannig ég vil svona hvetja til þess að einmitt á meðan þetta finnst ekki endanlega lausn að það sé reynt að gera eins gott úr þeirri lausn sem við höfum nú þegar og kostar ekki mikið. Hitt mál sem ég ætla nú að tala hér í þessu er sem sagt 18. liður umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings, liður fundur 53, þar undir 3, aðalskipulagsbreyting Egilsstaðir íþróttasvæði. Ég veit ekki hvort formanni umhverfis- og framkvæmdaráðs hryllir við vegna þetta er annað skipti sem að ég byrja að tuða út af þessu ágæta máli en þetta varður þessar hugmyndir uppbyggingu íþróttasvæðis fyrir neðan kirkjuna og út af Dyngju. Nú er það svo að það er verið að vinna svokallaða vinnslutillögu út frá því sem heitir tillaga 3 sem gerir rauninni ráð fyrir það að íþróttasvæðið fari alveg upp að Dyngju. Með þetta eins og kemur fram í þessum lið, það er athugasemd frá eldri borgurum, þeir gera athugasemd við þetta vegna að þeir hafa áhuga á að byggja íbúðir fyrir eldri borgara á sama svæði, sem sagt árekstur. Og þeir héldu fund fyrir frambjóðendur, hvenær var þetta? Þetta var 28. apríl, að þá héldu eldri borgara fund fyrir frambjóðendur til sveitarstjórnarkosninga og fleiri og sá fundur í rauninni sagði mjög margt það hvað er mikilvægt að hagsmunaaðilar þeir bara setjist niður með sveitarstjórnarfólki og ræði málin vegna þess að á þessum fundi var í rauninni þetta mál leyst þannig að séð og nú voru konar, ef ég skil rétt, viðræður á milli íþróttafélagsins Hattar og félags eldri borgara, beina viðræður að leysa þetta mál þannig að báðir geti sátt við unað á þessu svæði. Og út af þessu, svo ég lengi mál mitt nú ekki mikið hér, að þá vil ég bóka við þennan lið líka og bókunum hljóðar svo þannig í ljósi umræða á fundi sem félag eldri borgara og í Fljótsdalshéraði boðaði til með frambjóðendum til sveitarstjórnar Múlaþings og fleirum þann 28. apríl 2022 þar sem vel var tekið í málamiðlunarhugmynd varðar uppbyggingu íbúðar fyrir eldri borgara sem rekst á við aðalskipulagsbreytingu sem nú í vinnslu vegna íþróttasvæði sem tegir sig alltaf norður enda Dyngju. Tel ég rétt að tekið verði upp samtal við eldri borgara og íþróttafélag Hött þá tillögu til sátta. Og svo bara endi með því að ég kom hér upp á síðast sveitarstjórnarfundi þetta mál líka vegna þess að ég sá enga lausn á því aðra en að fara að líta að því hvort þetta íþróttasvæði geti farið eitthvað annað. Með því eftir þennan fund þetta með eldri borgurum þá sé ég að það er alveg bara mjög góð lausn á þessu og vanti meira íþróttasvæði fyrir meira svæði undir íþróttasvæði sjálft að þá er ekki tvíli fyrirstöðu að teygja það til norðurs þó svo að það sé ekki land í eigu sveitarfélagsins. Þannig að undirstrika það að leita þessa samtals við hagsmunaaðilana 2 og leysa málið vegna þess að það er vel leysanlegt fyrir báða aðila á sama svæðinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir hefur beðið málið. Já, ég var búin að... Þú ert næst. Afsakið. Forseti ágætu fundamenn, ég má nú til með
svara því sem Stefán Bogi Sveinsson kom hér inn áðan. Það eru 17 mánuðir að verða síðan að skriðuna fjöll á Seyðisfirði. Það þarf ekkert að minna mig á þær. Ég veit allt um það. Þetta er fundargerð umhverfisráðs númer 52, ef ég man það rétt. Það eru 17 mánuðir. Við hefum getað nýtt tíman mikið betur og ekki smætta það að það átti að fara þarna salkerabúð. Þarna voru 2 fjölskyldur með börn sem hefði verulega munað þeim fyrir samfélag á Seyðisfirði, sem hefði getað fengið húsnæði ef íbúakjarnir á Seyðisfirði hefði risið síðasta sumar eins og byggingaraðalar lofuðu. Og 100 milljónir í meðgjöf fyrir gamla ríki, það er meira heldur en hafði komið áður því það hafði aldrei komið fjármunir frá ríkinu áður. Og það spyrja á móti er búið að kostnaða greina framkvæmdina við gamla ríkið fyrst að 100 milljónir er bara upp í nös á ketti. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásdís Hafrún Benediktsdóttir, gjörðu svo vel. Já, fundarstjórinn, fundarmenn. Við ættum nú verið búin að læra þetta númer utan að 21 og 5. Þakka fyrir. Er það ekki? Við munum þetta lengi. En sveitarstjórnarfulltrúarnir Helgi Hlynur Ásgrímsson og Eyþór Stefánsson eru báðir búin að fara yfir þessa tímalínu frá því í september og fram að stríðinu í Úkraínu. Þannig að ég ætla að sleppa því, að það var það sem að ég var að hugsa um. Og þegar ég líti yfir þessa tímalínu og þetta mál, þá er ég ekki stolt af Múlaþingi. Ég get ekki verið það. Mér finnst þetta mjög dapurlegt í alla staði. Hvort að þessi starfshópur var skipaður til þess að taka á móti kvótaflóttamönnum eða einhverjum öðrum flóttamönnum sem finnst mér ekki skipta máli. Mér finnst líka dapurlegt að flóttamenn skuli vera dregnir í dilka eftir mikilvægi, rétt eins og lömb í þyngdarflokka á haustið. Þannig að ég ætla ekki að hafa fleiri orð en það reyndar, það er alveg efni í langa ræðu. Það var nú eitthvað fleira sem að ég ætla að koma inn á. En eitt af því er reyndar það að það er ekki bara þessi andvanafæti starfshópur sem ég langaði til að tala um. Það er líka það að nú þegar er að skella flóttamannabylgja yfir Ísland og við svo sem gátum miðað við ástandið í heiminum áttu eiga von á myndi gerast á einhverjum tímapunkti, hvort sem það yrði í okkar tíð hér eða einhvern tíma seinna, að þá er það ekki Múlaþing sem að tekur á móti þessum flóttamönnum, það er einkaframtakið. Það er einkaframtakið sem að ætlar að á frumkvæðið að því að þessi flóttamenn komi austur. Ég get heldur ekki séð það að það sé eitthvað sem við getum verið stolt af sem sveitarfélag. Þó að einkaframtakið sé vissulega bara mjög gott. Og mér var einmitt hugsað til þess þegar að ég er að átta mig á því hvað er slæmt ástandið í starfsmannamálum á fjölskyldusviði. Að það eru náttúrulega líka dapurlegt að það skuli vera svo undirmannað að sviði geti ekki sinnt sínum skyldum. Og ég er ekki að gera lítið úr því. En ég vinn fyrir einkaframtakið og þegar okkar starfsmenn veikjast og verða að fara á vinnu þannig að fyrirtækið getur ekki sinnt sínum verkefnum, þá verðum að bregðast við að ráða fólk í það minnst að reyna það. Nú getur vel verið að þessi búið að leita lóðandi ljósum að afleiðingamönnum á fjölskyldusviðið, en það er ekki bjóðandi að sviðið sé svo undirmannað að það geti staðið undir skyldum sínum. Það er eiginlega ekki samkomulagsatriði að það sé ekki hægt. Hvorki hægt að leggja það á starfsmennina að hlaupa endalaust hraðar eða stjórnstæðinga sviðsins að fá ekki þá þjónustu sem þeim ber. En stolt af Múlaþingi í þessu máli, ég get ekki verið það. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ásdís. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Berglind.
Forseti, góða fundamenn. Ég geti nú alveg talað áfram þessi flóttamál en ég hef tekið tvisvar til máls undir þeim lið, þannig að ég ætla að snúa mér á öðrum liðum. Fyrst það 18. liður umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings, það 53. fundargerð 3. liður. Þannig sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson kom inn á það mál og ég mætti einmitt á þennan fund sem var gríðarlega mikilvægur og þetta samtal gríðarlega mikilvægt. Ég held að við verðum einmitt að hugsa dálítið út fyrir ramman. Við erum náttúrulega með 3 aðila, við erum með íþróttafélagið, við erum með eldri borgara sem að vilja líka búa á svæðinu, við erum búin að komast að í þetta tvennt fer bara gríðarlega vel saman. En svo erum við líka með heilbrigðisþjónustu. Eldri borgarar vilja búa miðsvæðis og vera nálægt þjónustu og verslun og geta labbað og komist íþróttir og fleira sem er mjög gott og alveg nauðsynlegt. Enda dyngja líka þarna, en svo erum við með heilbrigðisþjónustuna og fólk hefur almennt áhyggjur að við séum að þrengja að heilbrigðisþjónustunni. Ég hef reynt að hugsa þetta svolítið líka í lausnum eins og við erum öll örugglega að reyna að gera og hugsa stórt. Ég held bara með þeirri áherslu með eldri borgara í dag að við þurfum að færa þjónustu nær þeim, þá sé ég fyrir mér að við séum með viðveru hjúkrunarfræðings, viðveru læknis en ekki endilega stóra einingu við hliðina á sem heilsugæsla sem að fólk þarf að bíða á bráðamóttöku. Ég vil bara við hugsum enn stærra og horfum til hvar við höfum að hafa uppbyggingu og heilbrigðisþjónustu. Heilsugæslan á Egilsstöðum í dag, allt og þetta bara úrelt húsnæði. Það þrengt að og ef maður að berjast fyrir tækjakosti eins og ég að gera og þá bara tala hvar ætla nú að koma þið fyrir, við erum bara að hugsa stórt í þessu málum. Og ég vil bara að inn á aðalskipulagi verði fundin annar staður fyrir öfluga uppbyggingu á heilbrigðisþjónustu. Þá gætu eldri borgarar búið á þessu svæði, nóg pláss fyrir íþróttamannvirki og þetta fer allt vel saman. Þetta þarf bara að skoða. Mér langar að ræða 2 aðra liði. Líka 19. lið sem 54. fundur umhverfis- og framkvæmdaráðs. Það var liðurinn húsnæðismál tónlistarskólans á Egilsstöðum. Þarna voru húsnæðismálin sett á fjárhagsáætlun. Þegar ég byrjaði í pólitík þá var einmitt mikið verið að skoða þessi mál og þegar við vitum að það þrengi verulega að og þetta er alveg rétt sem að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson að koma inn á. Þetta áhyggjuefni. En það líka áhyggjuefni eins og það verkefni, svo uppbygging sem var kynnt á þeim tíma, að svo framkvæmd átti að vera vel á 2 milljarð og þá var það sem sagt átti að leysa vanda frístundar hjá börnum og leið tónlistarskólans. Og auðvitað viljum við gera vel, en svona dýr framkvæmd og auðvitað er þetta ekki lögbundið verkefni við viljum gera vel í þessu, en við verðum náttúrulega að sinna lögbundum verkefnum og svo erum við komin inn á það eins og undir fyrsta lið að við höfum ekki nægt fjármagn og við verðum að auka tekjur sveitarfélagsins. Þetta er mjög víðtækt vandamál, en við vitum að við þurfum að gera vel og það er bara mjög gott að fá hugmyndir ódýrt húsnæði hagkvæmt og ég algjörlega fylgjandi því ef að það hægt að finna þá lausn og við verðum að horfa í þá lausn. Svo langar mig að koma inn á 1 liði viðbót, það 27. liður, ungmennaráð, 14. fundur þeirra og kom inn að það að 2 sinnum á ári þá höldum við fund með ungmennaráði og í dag þá hittust við í Hallormsstað og áttum mjög góðan fund með ungmennaráði. Mér langar bara til að hæla þeim, þau eru frábær þessi hópur ungmenna sem í þessu ráði og bara það mark sem þau eru búin að setja á mörg mál sem við tökum fyrir og líka þau eru að leggja áherslu á við gleymum ekki að leggja mál til umsagnar til þeirra sem gríðarlega mikilvægt en allavega 3. liður undir þessari fundagerð þeirra það æslabelgurinn Tjarnagarði og þetta er, ef maður ætlar að tala ungmennaráð og hvað það gerir vel, að þetta var frábært. Þetta með æslabelginn hafa alveg búið að veltast til og frá og Tjarnagarðurinn átti að vera skrúðgarður og sem betur fer
erum við búin að enda í þannig með hjálp ungmennaráðs að ærslabelgurinn verður í Tjarnagarði og hann á að fara niður mjög fljótt. Ég á búin að heyra næstu helgi eða þar næstu helgi og þetta er að gerast. Þannig að ég mæli með að við komum öll og hoppum þar og fögnum þeim degi. En í þessum lið var líka óskað eftir staðsetningu eða álits ungmennaráðs og staðsetningu ærslabelgs sem satt í Fellabæ við Fellavöll. Og þau komu með tillögu að staðsetningu þar og þar á að fara niður ærslabelgur og mér langaði líka bara að ýta undir mikilvægi þess að fundin verði staðsetning þar sem er gerleg og við skellum honum niður sem fyrst og hoppum þar líka. Þannig ég vil bara, ungmennaráðið er bara frábært og við verðum að fá þessa ærslabelgi bara fyrir fólk sem keyrir hér inn í bæinn og stoppa með krakkarna sína fjölskyldan. Þetta er bara frábært umhverfi sem verður í kringum þessa ærslabelgi, mikið líf og fjör. Þannig að mér langaði að koma inn á þessa þrjáliði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásmundsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helgi. Forseti, nú er ég með þetta hérna niður skrifað. Ég ætla að taka til máls undir lið 19, 54. fundi, lið 5, tónskóla. Sko, sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson er með bókun þarna. Ég get að hluta til tekið undir þessa bókun. Ég held að við þurfum horfandi á fjárhagsstöðu sveitarfélagsins, þá þurfum við að horfa verulega í þá átt að byggja ódýrt og við þurfum að læra af því sem verið að gera í Fellabæ, leikskólan. Við þurfum að, þetta er svo ofboðslega margt sem við þurfum að gera. Byggja við grunnskólan á Djúpavogi, grunnskóla Málinu á Seyðisfirði, Fjarðaborg á Borgarfirði, tónskóli, frístund, nýjung eða það á einstöðum og svo framvegis. Og við þurfum að horfa virkilega á það að gera hlutin á hagkvæman hátt. Ég er eins og algjörlega ósammála því að við höfum að fá eitthvað einkaframtaki í það. Þannig að ég ætla ekki að skrifa undir þessa bókun. Svo er það áfram sami fundur og það er aðalskipulags breyting íþróttasvæði. Sko, það sem þarna liggur undir að hluta til er að Egilsstaðir eru svolítið eins og Hafnarbær. Það er eins og sé sjór þar sem túnin á Egilsstöðum eru. Og það þarf að fara í landfyllingar ef við ætlum að teygja okkur þangað. Og þetta er náttúrulega landfyllingar. Þetta er og það er að mörgu leyti fullkomlega eðlilegt að menn verja sinn tún fyrir vargi og bæjarbúum, sveitarfélaginu. En þetta er erfitt. Ég meina þetta er ekkit bara þarna. Nú er til dæmis við vitum ekkit hvernig þetta fer með hreinsivirkið. Þar er bara formaður hitaveitunar, stjórnar hitaveitunar og landeigandinn eru þar í miklum deilum hvað þeir að gera af því að Vegagerðin neitar okkur að byggja hreinsivirkið. Það er erfitt að ávarpa svona mál sem eru þetta er bara viðkvæmt fyrir fullt af fólki og alls konar fjölskyldutengsl og alls konar en þetta er ég gerði mér ekkert grein fyrir að þegar við vorum að fara í þessu sammenningu að ég var að samennast sjávarsveitarfélagi að þetta væri bara eins og við værum að byggja út í sjó en þetta er nú galgopalegt en takk fyrir samt. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs undir þessum liðum.
utan Stefán Bogi Sveinsson, sveitarstjórnarfulltrúi sem hefur orðið. Forseti, hér er búið að ræða svo margt og það væri margt sem mætti tala en ég ætla að láta við að sitja að taka til málsvendili 16 varðandi gamla ríkið vegna þess að Hildur Þórhallsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi beindi til mín fyrirspurn með það hvort að lagi fyrir kostnaðaráætlun vegna flutnings gamla ríkisins. Ég get aðeins svara eftir bestu vitskju, ég hef ekki séð slíka áætlun en ég þarf ekki að sjá hana til þess að vera viss það að 100 milljónir er ekki nóg. Það byggi ég á tvennu. Fyrsta lagi vegna þess að það er áætlanir sem þó lágu til grundvallar eftir því sem að ég hef verið upplýstur þegar að samið var 100 milljón króna framlag til verkefnisins gerðu ekki ráð fyrir því að húsið yrði flutt að grunni sín. En kemur þá í ljós í ferlinu að það er ekki vitju neinu öðru heldur en að flytja húsið að grunni sín. En samningurinn er þannig að það fæst ekki meiri peningu fyrir það. Þannig að strax þar með er ljóst að forsendur fyrir 100 milljón króna framlaginu eru brostnar. Fyrir svo að druta það á þeim tíma sem að liðið hefur síðan að samningur var gerður sem er algjörlega geirneldur upp á það að það komi ekki meira framlag frá ríkinu heldur en 100 milljónir. Þá hefur, ég ætla ekki að hafa mörg orð, byggingakostnaður, kostnaður við framkvæmdir hefur hækkað. Þannig að það er bara, það liggur einfaldlega ljóst fyrir þessar 100 milljónir er ekki nóg og ég skal alveg viðurkenna það að ég hefði gjarnan viljað koma að þessu máli án þess að væri búið að binda okkur algjörlega í báða skó varðandi aðkomu ríkisins. Fyrst að þessu nýja sveitarfélagi Múlaþingi var ætlað að koma þessu verkefni framkvæmd. Að það hefði þá frelsið til þess að semja það við ríkið hvernig staðið er þeirri framkvæmd. En það er ekki þannig. Kannski þýðir ekkert að vera bölsóttasneitt yfir því. Bara eins og með allt annað sem við tökumst á við þurfum bara að vinna úr þeim fjanda sem að við stöndum frammi fyrir og allt í lagi. En ég svona, já, ég hefði kosið þetta væri öðru sig, en það sem að ég tel að ég og Hildur Þórhallsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi séum þó sammála er það að það er nauðsynlegt að endurgera gamla ríki þannig að það verði Múlaþingi og Seyðisfirði til sóma. Það erum við sammála það mun verða gert, hvort sem að það verður með harmkvælum eða öðrum hætti. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Eyþór. Já, forseti og annað fundafólk. Ég er komin hérna til þess að beina einni fyrirspurn til formanns fjölskylduráðs. Það er liður 21, þó ekki margumræddur. Heldur verkefnið, þetta er samt 44. fundi fjölskylduráðs, liður 2 í þeirri fundagerð. Mér erindi frá foreldrum vegna verkefnisins Allir með. Og mér langaði til þess að spyrja formanninn, nú heyrir maður ótal sögusagnir frá foreldrum að þetta verkefni hafi í rauninni leitt til þess að börnin þeirra fá að stunda sannarlega fleiri íþróttir en í minni tíma í senn og færri æfingar og svo hefur maður heyrt í fleygt fram að sveitarfélagið bendi á hött og höttur bendið á sveitarfélagið. Já, mér langaði bara að spyrja hvernig blasir við formanni Elvari Snær Kristjánssoni sveitarstjórnarfulltrúa að tekur undir þessa gagnrýni eða á hún ekki rétt á sér? Hver eru svona sjónarmið hans í þessu máli? Takk. Takk fyrir þetta Eyþór. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Elvar. Forseti, gott fundafólk. Til að byrja á því að svara sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri Stefánssoni varðandi lið 21-2 var það ekki.
svona til að fara kannski yfir málið í grófum dráttum að þá kom fulltrúi aðalstjórnar til fjölskylduráðs með og kynnti verkefni fyrir okkur allir með. Fjölskylduráði leist vel á og ákvað að styrkja það 5 milljónir fjárhagsáætlun. Og þar með rauninni má segja að hlut fjölskylduráðs og þar með rauninni sveitarfélagsins Múlaþings hafa verið lokið í hvað þetta verkefni varðar. Síðan þá hefur, þegar það var upphaflega kynnt þar að segja, höfum við fengið svona stöðu á málinu og við hefum vissulega heyrt þessar gagnrýnisraddir eða umræðu. Verkefnið hefur tekið mjög litlum breytingum frá því að það var kynnt fyrst. Upphaflega var markmiðið að fara frá fyrsta upp í 4. bekk með þetta verkefni, en nú staðan það nærri fyrsta og 2. bekk, sem sagt 6 og 7 ára gömul börn. Fyrir þá sem ekki þekkja þá snýr þetta því að foreldrar greiða eitt gjald, 100.000 þegar maður rétt, og tónlistarstyrkur bætist þar dregst þar frá og geta æft alltaf 6 íþróttir í viku meðan að sundi annars 5. Þannig að og ef að, og það hefur komið skýrt fram hjá deildunum, undir deildunum, að ef að óskir eru fleiri æfingar, þar að segja í einhverju tiltekinni grein, að það verða deildirnar við þeirri ósk gegn auka gjaldi. Þannig að þetta svona, hvað maður segja, hraðsóna útgáfan að því hvernig sem snýr af fjölskylduráði og svona sagan í stuttumáli. Vona að þetta svari spurningunni eða vangaveltum sveitarstjórnarfulltrúans. Með leyfi forseta ef ég má koma fram undir öðrum lið líka. Þessu vel. Ég held að ég sé búinn að koma undir tvisvar undir 21. lið, 5. lið þar, þannig ætla ekki að bæta hérna við þar. Hvet á sveitarstjórnarmenn sem hafa spurt þær og bara horfa á upptökun á fundinum. Það 16. liður 5, Gamla ríkið. Það ég minna þetta rétt. Umhverfis og byggðarráð. Með leyfi forseta langar með að lesa upp hluta úr bókun frá 10. júní 2020 frá Seyðisfjarðarkausta í tengslu við orðar Hildar Þórsdóttur sveitarstjórnarfulltrúa hér áðan. Svo bókun hljómar svo. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja álit Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka vel í að loks ætla eigendur Gamla ríkisins að fara í endurbætur á húsinu, þar að segja ríkið sjálft. Við getum þó ekki kosið með tillögu meirihluta sem gæti skuldbundið kaupstæðin í 20 milljóna króna fjárútlát. Við hvetjum þó framkvæmdaraðila að sinna eftirlitsskyldu sinni varðandi nýtingu opinberra fjármuna sem í endurbæturnar fara og hafa umferðaröryggi við Hafnargötu 11 til 14 og nærumhverfi að leiðarljósi þar sem ekki eigi að færa Gamla ríkið fer götu. Við vonum að framkvæmdin gangi vel að húsið verður bænum til sóma þegar það tilbúið. Þannig að ég tek undir orð Stefáns Boga sveitarstjórnarfulltrúa og vísa þessari gagnrýni til þjóðarótt. Takk fyrir þetta. Orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágæti fundamenn, þetta ágætur upprifjun á málinu. Hins var ætla ég líka að rifja það upp að málið var búið að veltast árum saman og
Það var búið að tala um það í 4 ár, 8 ár, ef ég mann rétt, hvað ætti að gera við það. Það voru engar lausnir. Þannig það er ekki nóg að gagnrýna bara og taka ekki undir, það verður líka komið tillögur og leysa hlutina. Þið höfðu 8 ár til þess en það kom ekkert út af því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið um orðið, ekki svo vel Þröstur. Og svo held ég að við förum að loka mælendaskrá. Forseti, það eru fundamenn. Ég líti á þetta sem andsvar við málflutningi sveitarstjórnarfulltrúa Berglindar hér áðan varðandi lið 19 umhverfis- og framkvæmdaráð 54. fundur, þar undir liður 5. Ég veit ekki hvort að Berglind sveitarstjórnarfulltrúa hafi misskilið bókun mína eitthvað líka, en sko ég segi í henni því legg ég áherslu á að Múlaþing setji sér tímasett markmið framkvæmdir. Þetta er nefnilega það sem er mikilvægt. Ég er ekki að tala um það þegar bara vaðið þegar 2 milljarðar króna framkvæmd á morgun. Ég er bara að segja það að þetta á ekki eingöngu við tónlistarskóla, þetta á við okkar alla skólabyggingar. Við þurfum að setja okkur tímasett markmið. Þessi tímapunktur gæti verið 2027, hann gæti verið 2034, þess vegna. Það er bara mikilvægt fyrir stjórnendur þessar skóla, tónlistarskólan sem annara, að vita hvað langtíma markmiðin okkar eru, hvar ætlum við að setja þessa tímapunkta. Það er það sem ég er að segja. Og talandi um það að þetta hús þarna sem að ég kannast nú við líka þessar hugmyndir upp á 8,2 milljarð, það er rétt, það er svakalegi fjármunir. En nota bene að það átti að vera líka frístund og nýjung. Við þurfum líka að spyrja okkur, sko, er það málið, ætlum við að taka þetta allt í einu, er það nauðsynlegt? Þannig að það er að velta við hverjum steini þarna og bara reyna að finna ódýrustu leiðina sem sveitarfélagið ræður við á ákveðnum tímapunkti og þann tímapunkt þarf að finna. Ég get ekki ákveðan hér en það er samt mikilvægt. Á nokkur þótt ekki ákveðan hér en það er bara samt mikilvægt. Þessi tímapunktar séu settir niður þannig að stjórnendur og annar starfslið skólans gerir sig grein fyrir því við hverju þeim megi búast. Óvissan er alltaf slæm. Þannig ég held sér betra fyrir til dæmis skólastjóra tónlistarskólans að sko vita að þetta gerist 2038 frekar en að segja við að þetta gerist einhvern tímann. Þannig að það er nú einlega það sem ég vildi bara koma að það sé fastnælt að ég er ekki hér með einhverja kosningar að það sem á að dæla út 2 milljörðum á morgun fyrir nýjum tónlistarskóla. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs undir þessum liðum, þannig að ég lít svo á að umfjöllun liði 15 til og með 26 sé hér með lokið. Við erum þó komin að lið 27 í dagskránni sem er skýrsla sveitarstjóra og ég býð Björn Ingimarsson, sveitarstjóra, velkomin. Gjörðu svo vel, Björn. Forseti og gott fundarfólk. Þetta er búin að vera bara gefandi og öflug umræða. En ég ætla hérna svona að fara ég ætla að reyna svona í stuttumáli að fara yfir það helsta sem að hefur verið í gangi núna undanfarið og sem er framundan. Eins og kom nú fram í umræðu ykkar hérna áðan þá hafa verið töluverð samskipti milli okkar og fulltrúa félagsmálaráðuneytisins og eigenda Eiða varðandi mögulega móttöku flóttafólks þar. Og kveikjan af þessu er eins og líka kom fram hér að frumkvæði eigenda þá koma þeir með ákveðna hugmynd. En það er alveg ljóst að sýslan þeir hafa ákveðnar hugmyndir það hvernig sé hægt að nýta húsnæði á staðnum en það þarf að fara í ákveðnar endurbætur og þetta eru nokkur skref. Það er ekki þannig að það verið tekið á móti 250 manns, 1, 2 og 3,
en heldur þetta gert í einhverjum þrepum. En það sem skiptir hins vegar verulegu máli það að vanda til verka þannig að verkefnið verði raunhæft, og við höfum átt nokkra fundi bæði með eigendum eða og eins með félagsmálaráðuneytinu, tókum sameiginlegan fund með fulltrúum þess eigendur eða, ég og síðan fulltrúar félagsmálaráðuneytisins í síðustu viku, og erum að funda aftur núna á föstudaginn hér fyrir austan. Við áttum fund með fulltrúum eigenda eða í gær, ég ásamt stjórnendum á fjölskyldusviðinu, og ég hef alveg fulla trú á því að við finnum í rauninni skynsamlega lendingu í þessu. En við erum ekki að tala um eitthvað skammtímaverkefni, það bara svo munum sé það ljóst. Við erum að tala þarna um 2 eða 3 ára verkefni, og þess vegna nú bara mikilvægt að við vinnum þetta vel. Við erum líka í samskiptum við fulltrúa atvinnulífs varðandi mögulega aðkomu þeirra að þessu verkefni. Bara svo það sé upplýst. Aðal- og ársfundir SSA sjálfbærniverkefnisins og stjórnar vísindagarðsins hafa verið haldnir, og hvað starfsmannamál varðar þá eru náttúrulega reglubundnir fundir með sviðsstjórum og hafnarvörðum. Það er búið að ganga frá ráðningu í starf fræðslustjóra og kemur Sigurbjörg Hvönn formlega til starfa frá og með 1. júní næstkomandi, og ber að fagna því. Ég hef átt upplýsingafundi með nokkrum framboðum, auk þess sem að fjölmiðlar hafa komið inn á svæðið og tekið viðtöl við fulltrúa framboða og mig. Ég fekk tækifæri til að halda erindi á sameiginlegum fundi útibússtjóra Íslandsbanka sem var haldinn hér á Egilsstöðum í síðustu viku, og þar kom ég nú framfæri okkar áherslum og markmiðum, auk þess að benda á leiðir fyrir fyrirtæki eins og þeirra til að koma á samfélagsverkefnum, og ég reyndi nú frekar að hvetja þá til þess að verða þá svona sýnilegi til framtíðar en að láta gott af sér leiða í leiðinni. Ég ætla ekki að segja nákvæmlega hvað ég var að hugsa, en ég reikna með að vinna áfram í því. Einnig átti ég kost á því að ávarpa ungmennaþing ungmennaráð stóð fyrir, var haldið í Valaskjálf, og vilja nota tækifærið og þakka ungmennaráði Múlaþings fyrir þeirra metnaðarfulla starf. Einnig rétt að geta þess að ég varð við ósk sveitarstjórnar Vopnafjarðarhrepps og heimsótti þau og gerði grein fyrir sameiningarferlinu og hvernig til hefði tekist og hvað framundan. Það var mjög áhugaverður fundur og þykir mér ekki ólíklegt að við eigum eftir að heyra í fulltrúum Vopnafjarðarhrepps í framhaldi á kosningum, þar sem menn muni mögulega vilja ræða mögulega sameiningakosti við Múlaþing. Það er unnið að yfirferð og uppfærslu og kynningarefni fyrir sveitarfélagið sem meðal verður nýtt á ráðstöfnu Cruise Europe í mun sitt í Edinborg í næstu viku, og hortið til þess að umrætt kynningarefni muni ekki einskorðast við tengingu við rekstraraðila skemmtiferðaskipa, heldur mun þetta einnig nýta samskiptum sem verið að horfa til að koma á í Skotlandi í tengslum við UHI-verkefnið sem og við aðra áhugaverða aðila. Varðandi framkvæmdamál tengjast fyrirhugaðri uppbyggingu á Seyðisfirði og í Selbrún í Fellabæ. Þá er rétt að upplýsa hér að nokkur samskipti hafa verið á milli mín og fulltrúa Hrafnshóls bæjartúns annars vegar og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar hins vegar að undanförnu, og í framhaldi af þeim viðræðum og fundum þá er ég nokkuð sannfærður að bæði þessi verkefni eru að komast á stað. En þetta var nú að koma aðeins fram hér í umræðu á fundinum áðum, og það er alveg ljóst að sveitarfélagið er ekki framkvæmdaraðili, en hins vegar erum við að koma að þessum verkefnum með stofnframlögum, og við höfum lagt mikla áherslu á það bæði í þessum samskiptum við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og eins við framkvæmda og mögulega rekstraraðila að menn komi sér á stað. Og ég
ef við sjáum ekki eitthvað í byrjun júní þá verði ég bara ansi og sóttur. En ég ágætlega bjartsýnn. Var þetta fjarskiptamál í Berufirði, því kom inn á það hér á síðasta fundi, þá hafa framkvæmdir tafist og það má tengja fyrst og fremst við það að framkvæmdaraðili tók til skoðunar aðra útfærslu en menn höfðu verið að kynna sem reyndi síðan ekki raunhæf. Verkefnið það verið að klára kynningarefnið og verkefnið verður kynnt á næstu dögum og markmiðið að koma því á næstu mánuðum. En þetta er verkefnið sem við eigum að geta klárað í sumar. Stjórn Eignarfélag Brunabótar mun koma saman til fundar í lok næstu viku, auk þess að funda þá með fulltrúum sveitarfélaga á Norðurlandi eystra og unnið verður áfram að útfærslu golfvallarhugmyndar við Eiða, auk þess að farið verður í að endurnýja leikklukku vegna körfuknattleiks í íþróttamiðstöðuna Egilsstöðum. Þannig að þetta þykir mönnum kannski ekki stórkostlegt mál en þessar leikklukkur kosta meira en 1 eða 2 krónur. Þær eru hressilega dýrar. Vinna við gerð rammaáætlunar fyrir árið 2023 og 2024-2026 á fullu og stefnt að þeirri vinnu verður lokið í maí. Þannig að ný sveitarstjórn geti afgreitt hana í lok júní eða í síðasta lagi byrjun júlí. Og lokum vil ég segja þetta, að nú erum við komin á lokum stutts kjörtímabils sem hófst í október byrjun 2020 sveitarfélagið Múlaþing var til. Ýmislegt var til þess að verkferðlar sem fyrirhugaðir voru þetta stutta kjörtímabil urðu aðrir en við höfðum ætlað. Við vitum öll hvað því olli og ég fer því ekkert í að tíunda það frekar hér. Ég vil hins vegar nota tækifærið og þakka ykkur kjörnum fulltrúum og starfsfólki sveitarfélagsins fyrir bæði ánægjulegt og gefandi samstarf á þessum erfiðu tímum. Þetta meðal annars sannfærir mig að sveitarfélagið okkar, Múlaþing, mun eflast og verða gæfuríkt og gefandi samfélag til framtíðar. Og því að mínu mati eftirsóknarvert að fá tækifæri til að taka þátt í að raungera þá framtíðarsýn. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Björn. Eins og kom fram hjá sveitarstjóra þá þetta síðasti reglulegi fundur þessara sveitarstjórnar og af þeim sökum þá ætlum við að bregða nokkuð út frá venju. Það eru hér sveitarstjórnarfulltrúar sem hafa beðið að fá orðið hér í lok fundar og ég býð Jakob Sigurðsson, sveitarstjórnarfulltrúa, velkominn í pontu og gef honum orðið. Já, forseti og gott fundafólk. Það sem þetta síðasti fundur minn í sveitarstjórn vil ég nota þetta tækifæri og þakka sveitarstjórnarfólkinu og ekki síður starfsmönnum fyrir góð kynni og ánægjulegt samstarf. Og óska ég verðandi sveitarstjórnarfólki velferðnaðar í starfi. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágæta fundafólk. Dóttir mín á 12 ára afmæli í dag. Hún fékk að upplifa tæpan mánuð á ævi sinni, þann fyrsta án þess að faðirinn að vera í sveitarstjórn. Síðan þá hefur það verið staðreynd. Ég akkurat þessar mundir að missa af árshátíðina sem hún leikur eina hýjenuna í Konungi ljónanna. Svo á ég nú 2 aðrar dætur líka, þær hafa nú ekki einu sinni fengið að upplifa mánuð án þess að fæða þeirra sé í sveitarstjórn. Þetta summera kannski bara dálítið upp af hverju ég ákveðið að láta gott heita. Það er komið tími til að gefa fjölskylduna aðeins meiri tíma. Og ég ætla að segja það hér sérstaklega vegna þess að ég held ég hef asnast til þess í upptökum fyrir innslag sem að verður flutt á kosninganótt að segja að það eina sem að sveitarstjórnarstörf mín hafi komið niður á hafi verið listsköpun mín og ég fattaði það leið og ég sagði það shit hvað Heiðdís verður reið þegar ég segi þetta. Af því að það er auðvitað þannig og ég held að við vitum það öll að þau sem að það eru ekki bara við sem að færum fórnir fyrir að starfa í sveitarstjórn, það er líka fólkið okkar.
en í mínu tilfelli allavega hafa þær allar tekið þessu ágætlega. En eins og ég segi, það komið tími á eitthvað annað. Og þegar ég horfði tilbaka svona á þessi 12 ár, ég fór einmitt að velta því fyrir mér sko, hvað maður ætti að segja hér í lokinu á sínum síðasta sveitarstjórnarfundi í bili. Og ég ætlaði að fletta upp fundagerðum, minni fyrstu fundagerð í sveitarstjórn til að finna eitthvað efni um það hvað við höfum verið að tala um þar, en það ná ekki einu svona langt aftur í tíman á heimasíðunni, en það sem stendur bara upp úr kannski fyrst og síðast samstarfsfólkið. Það þau eru býsna mörg sem hafa setið með mér í sveitarstjórn og mér þykir vænt þau öll og þar með ykkur. Það eru stórmál og lítil sem kannski standa upp úr. Ef það eitthvað sem ég svona stoltur af, þá það að hafa tekið þátt í stórum verkefnum sem snúa að því að sameina og efla bæði sveitarfélagið okkar sem við erum í hérna núna, en ekki síður til dæmis eins og Austurbrú. Að taka þátt í að búa Austurbrú til eitthvað sem ég afar stoltur af, eitthvað sem svona horfir til framtíðarinnar. En svo eru líka litlu málin. Ég ofboðslega stoltur af því að hafa komið að því og reyndar tek nú nánast fullt kredit fyrir það að hafa komið upp frisbeegolfkörfurum í Tjarnargarðinum. Og ég alltaf glaður í hvert eins skipti sem ég sé einhvern steðja inn á þann völl. Og það kannski málið með sveitarstjórnarstörfin, þau snúast stóra hluti en líka litla hluti. Og ég hef líka sagt það oft áður að mestu leyti snýst þetta það að kunna gleðjast yfir litlu sigrunum. En svo ósigrarnir verða alltaf svo margir. Þetta er að maður að berjast við alls konar fyrirbærum, maður færi eða aldrei að hafa þetta eftir sínu höfði, sem kannski eins gott af því að það örugglega ekki gott að allt fara eftir mínu höfði. En ég ætla nú samt að segja það að eina af bestu ákvörðunum sem ég hef komið að á sveitarstjórnarstiginu var eiginlega ein af þeim fyrstu, sem var þegar við fórum í gegnum það ferli að ráða nýjan bæjarstjóra fyrir Fljótsdalshérað og niðurstaðan var sú að ráða Björn Ingimarsson. Og það ákvörðun sem ég hef aldrei þurft að sjá eftir. Ekki bara vegna þess að okkur tókst vel til, heldur líka vegna þess að þar var sleginn tónn eftir smá hnökra í upphafi. Að það var sleginn svo tónn að það væri réttast að sveitarstjórn eða í því tilfelli reyndar bæjarráð á þeim tíma stæði saman. Og það var í því ferli þá voru allir bæjarráðsfulltrúar með. Og ég dreg ekkert úr því, það hafði svona aðeins framan á þeim tíma verið svona smá kryddur á milli, en svo var bara ákveðið að það sátu allir fulltrúar í viðtölunum. Það voru allir fulltrúar hvort sem var meira eða minni hluti komið saman á ákvörðunum. Og þetta einhvern veginn hefur æxlast þannig að þetta hefur verið lína, að ég vil meina, í gegnum minn tíma í sveitarstjórn. Að við horfum nú kannski ekkert of mikið til meira og minni hluta endilega alltaf, auðvitað það í einhverju tilfellum, en gott samstarf hefur verið svona leiðarstef. Ég fékk að njóta góðst af því líka þegar ég satt í minni hluta í sveitarstjórn. Aðeins ætlaði ég nefnilega líka varðandi Björn Ingimarsson og varðandi ráðningunni. Ég held að þetta hefur verið nefnilega gott veganesti vegna þess að Björn Ingimarsson hefur aldrei setið með sama meirihlutann meira heldur en 4 ár. Raunin aldrei með sama meirihlutann með sér, en alltaf er Björn í brúnni. Þannig að því og ég held að sé vegna þess að það var svona stofnað til hans ráðningar. En ég er bara ofboðslega stoltur og glaður, það er ekkert hægt annað heldur en að vera stoltur og glaður við því að fá tækifæri til að þegar fólk út í samfélaginu vill að maður vinni fyrir það. Og ég fengi í gegnum sveitarstjórnarstörf tækifæri til þess að uppfylla ýmislegt. Í gegnum það að vera forseti bæjarstjórnar Fljótsdalshérað þá fékk ég að vera oddviti Hlíðarhrepps eins og pabbi. Ég fékk að vera oddviti Hjaltstaðarhrepps eins og afi. Ég fékk að vera oddviti Tungurhrepps eins og ég held að Páll Ólafsson hafi verið. Þannig að það er svona ýmislegt. Og svo núna á síðustu sprettinum fékk ég tækifæri til að sitja í bæjarstjórn Seyðisfjarðar, eins sögufrægasta sveitarfélags á öllu landinu. Og allt er þetta eitthvað sem ég er stoltur og glaður yfir. Þakka ykkur kærlega fyrir samstarfið. Þakka fólkinu þarna úti sem að treysti mig fyrir að taka þátt í að stýra samfélaginu. Takk fyrir þetta, Stefán. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs og nú fer að líða að lokum þessa síðasta reglulega fundar sveitarstjórnar Múlaþings á þessu kjörtímabili. Ég vil þá bara í lokin þakka sveitarstjóra og starfsfólki fyrir þeirra framlag og kannski ekki ólíkt Stefáni vil ég þakka íbúum fyrir traustið sem í því fólst að velja okkur til setu þar sem við erum á sínum tíma og vona innilega að við höfum staðið undir þeim væntingum.
Ég vil svo í blálokin þakka sveitarstjórnarfólki fyrir gott samstarf. Það hefur bara verið heiður og einstök ánægja að vera forseti þessarar sveitarstjórnar og fyrir það er ég þakklátur. Og svo tel ég mig geta talað fyrir hönd sveitarstjórnar allrar þegar ég óska nýrri sveitarstjórn velfarnaðar og ég er þess fullviss að björt framtíð bíður Múlaþings. Og hér lýkur útsendingu.